511. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur, en fundurinn haldinn að Tjarnargötu 12 kl. 17, 20. desember 2016. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Davíð Páll Viðarsson, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartansinni. Það eru 6 mál á dagskrá fundarins, en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 8. og 15. desember, Númer 2, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. desember, Númer 3, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 5. desember, 4, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 6. desember, Númer 5, fundargerð fræðsluráðs frá 14. desember og Númer 6, fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega rekinna stofnana 2017 til 2020, síðari umræða. Tekinni fyrir fyrsti dagskrárliður, en það eru fundargerðir bæjarráðs frá 8. og 15. desember orðið laust. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, mér langar aðeins að fjalla komu fræðslustjóra til bæjarráðs, þar sem hann var að kynna niðurstöður úr samræmdum prófum. Full ástæða til þess að við séum glöð og ánægð með þær niðurstöður sem þar komu fram. Jafnframt það sem kom fram í niðurstöðum PISA-prófs, og mér langar aðeins að minna á það að þarna eru 3 sveitarfélög, Reykjanesbær, Árborg og Hafnarfjörður, sem voru að sýna verulega framfarir á PISA-prófi. Og merkilegt nokk, þetta eru þau sveitarfélög sem að tóku svona fyrst við sér, þar að segja eftir að Reykjanesbær fór af stað með mikla aðgerð til þess að styrkja lestur, að þá fylgdu í kjölfarið Árborg, komið hingað til okkar og vildu fylgjast vel með og læra af góðu fólki, kennurum og forsvarsmönnum sveitarfélagsins, hvernig hefði verið staðið að verkum. Og á sama hátt fylgdi Hafnarfjörður, og þess vegna er svo ánægjulegt að sjá að þetta skuli vera þau sveitarfélög sem að stíga svona fram í þessari könnun. Og í raun og veru má fullyrða ef önnur sveitarfélög hefðu náð sama árangri, þá værum við að fjalla PISA á allt annan hátt heldur en mest hefur verið gert. Við værum að fagna niðurstöðum PISA og við værum að halda því fram að Ísland gæti verið með heimsins mestu framfarir. Þannig að þetta er auðvitað mjög ánægjulegt. Sama sjáum við á samræmdum prófum. Þar eru börnin okkar í 4. bekk í góðri framför. Þar er sama sjáum við í 7. bekk. Í 7. bekk þá hafa þau í íslensku sótt sig veðrið í sig eða sótti í sig veðrið, segir maður, í allt frá 2009 held ég geti sagt. Það eru stöðugar framfarir, svo mjög merkilegt að sjá hvernig það er, og það í sjálfu sér skýrist þá ekki á árgöngum þegar eru svona stöðugar framfarir. Það er greinilega kennarar sem er að taka við nemendum og vinna gríðarlega vel í skipulagi, sem þetta finnst mér sýna í 7. bekk í íslensku. Þá hann fór yfir landsmeðaltalið árið 2011, byrjað 2009 að stíga upp. 2011 erum við komin yfir landsmeðaltalið og við höfum haldið okkur vel yfir síðan. Og 4. bekkur, hann er að standa sig enn betur. Í stærðfræði þá fór hann yfir
landsmeðaltalið sem 30, sem lína sem dregin, þá fór hann yfir landsmeðaltalið 2009 og hefur verið síðan yfir alla tíð síðan. Og sama verið í íslensku, þá fór hann upp í meðaltalið árið 2012, vorum undir en sóttum svona í okkur veðrið og 2012 vorum við komin í meðaltalið og höfum haldið okkur vel yfir því meðaltali með þó aðeins einni undantekningu. Og mér finnst sérstaklega ánægjulegt og ég veit að þið finnið fyrir því líka, það ánægjulegt að eiga samtöl við íbúa og foreldra og ekki síður þá fólk sem að huga að búsetu skiptum, jafnvel koma hingað til okkar, hvað þessi árangur skiptir foreldra miklu máli. Þannig að ég held að þetta frábæra starf, leikskóla og grunnskóla, það sé að skila mjög jákvæðum umsögnum til okkar eins og við finnum. En auðvitað þarf að huga að ákveðnum skólum, það ekki eins og það sé allt í himnastandi. Við þurfum að huga sérstaklega þeim sem eru í nýbyggingarhverfunum, þar sem mest rót á börnunum. Þetta mjög þekkt, þekki þetta vel frá Reykjavík, þar sem að nýbyggingarhverfin voru svona áttu erfitt uppdráttar og meðan menn voru að stabilisera sig og sama sjáum við kannski hér. En við þurfum líka að fara yfir þau mál með skólastjórum og kennurum og tryggja að það sé engin skóli sem sé skilinn eftir, ekkert barn sem sé skilið eftir. Og ég þreytist ekkert á að segja það hér og annar staðar að erfið fjárhagsleg eða félagsleg staða barna, hún á ekki að marka í námi þeirra og þá að skapa þeim sterka framtíða möguleika eins og öðrum börnum og ef við stöndum með þeim í gegnum skólan þá náum við því. Við settum stefnu á að verða í hópi bestu skóla, ekki verstu og það ánægjulegt að sjá að við erum að halda þessari stefnu. Mjög ánægjulegt að sjá það núna á þessum niðurstöðum. Ég minni líka á að það eru virtir hagfræðingar. James Heckman, Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði, sýndi fram á hvernig menn notum milljarð í að byggja upp yngstu börnin, veita þeim ást og hlýju og kenna þeim og sérstaklega lestur. Þá erum við að spara 7 krónur á móti hver einni síðar í kerfinu og það er kannski réttar að tala milljarða, fyrir hvern 1 milljarð erum við þá að spara 7 milljarða og ég held að það sé komið tími til að svona stjórnvöld og atvinnulíf kveiki almennilega á þessu, hvað þetta er ofboðslega sterk skilaboð sem við þurfum að nota. Við þekkjum það að meira segja í refsikerfinu, í fangelsum eru einstaklingar sem að stór hluti þeirra á erfitt með lestur og þetta svona endurspeglast í gegnum allt samfélagið. Þannig ég treysti því að við höldum upp í merkinu og náum að gera enn betur. Við langar líka að benda á í þessu samhengi sem að snýra okkur hér, það tengist Myllubakkaskóla. Hann stóð sig einstaklega vel eins og ásamt fleiri skólum. En það er ekki síst athyglisvert við Myllubakkaskólann að hann þar í þau sem að tóku prófið í 7. bekk í stærðfræði, 18% barnanna af erlendum uppruna. Þannig að það er engin tungumálaerfiðleikar þar þegar að kennarar taka sig til og vinna vel með börnunum og þá er engir slíkir tungumálaerfiðleikar að hindra velgengni þessara krakka. Og við vitum það líka að af 330 nemendum í Myllubakkaskóla þá erum 100 börn af erlendum uppruna. Það eru 25 tungumál sem þar eru töluð og þetta þekkjum við í mun fleiri skólum okkar. Þannig að þetta er líka verkefni sem ég held að við erum að vera vakandi fyrir. Það væri auðvelt að glutra því niður en mér sýnist fræðslustjóri og fræðsluskrifstofa og starfsmenn okkar vera að taka mjög vel á þessu og huga að þessu og vil sérstaklega fagna því. Ég sannarlega óttaðist það að við umskipti
á fræðslu skrifstofu 2014 og fram á árið 2015 og þá myndi það hafa áhrif á þann árangur sem við höfum náð. En mér sýnist að, ég getum kallað það bara einurð og þekking nýs fræðslustjóra, hún sé að skila sér vel og reynsluboltarnir sem að með honum eru ásamt hæfileikaríku nýju starfsfólki, þetta sé að skila sér í bara mjög góðri mynd sem betur fer. Mjög ánægjulegt að finna það og það er engin ástæða held ég til að óttast. Grunnurinn er sterkur og við skulum bara áfram byggja á honum en þannig að ég held að þetta sýnir sig þegar menn eru duglegir og segjum nú oft veldur hver á heldur í svona embættum þegar menn standa vel í stöðunni og sinna sínu og þá er það mjög mikilsvert fyrir okkur. Þannig ég vildi óska fræðsluskrifstofu og fræðslustjóra, skólastjórum leik og grunnskóla og öllum kennurum innilega til hamingju með árangur og við munum sannarlega standa með þeim áfram. Friðjón Einarsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Nú byrja því að taka undir orð Árna Sigurðssonar. Tek undir allt það sem hann hefur sagt hérna og leið færa þakkir til allra sem komið hafa þessu máli, starfsmönnum skólana og ekki síst starfsmönnum á fræðsluskrifstofu. Og sýnir ekki sem vilst að vel er staðið að málum. Mér langar líka í fundargerð bæjarráðs aðeins að nefna í fundargerð 8. desember en eins og venjulega þá höfum við staðið í viðræðum við kröfuhafa. Þar hafa svona gengið upp og ofan en í öðrum lið þar að þá var lagt fram bréf frá eftirlitsnefndinni þar sem veittur var frestur til 31. desember til að ljúka aðlögunaráætlun og ennfremur að óska eftir fresti til að skila inn fjárhagsáætlun sem við tökum til afgreiðslu hérna á eftir. Í fundargerð tölvan 15. desember fundargerð að fundi bæjarráðs 15. desember þá var einmitt tekið fyrir fyrsta mál niðurstöður úr samræmdu könnunarprófum sem Árni var að fara hér vel yfir og ætla ekki að endurtaka það en það ennfremur var rætt viðræði við kröfuhafa þar sem til okkar komu ýmsir sérfræðingar Sveinbjörn Þórðarson og Oddur Jónsson frá KPMG og Ólafur Sigurðsson lögmaður frá Logos ásamt Þórey sviðsstjóra fjármálasviðs og Halldóri Karl hafnarstjóra en þar var rætt farið yfir málin og því miður að kom það fram á þeim fundi og þannig er staðan enn að okkur hefur ekki enn tekist að klára viðræði við kröfuhafa Reykjaneshafnar en við getum sagt sem svo að það er ýmislegt þar í farvatninu og vonandi tekst okkur það fyrr en síðar því að við erum nú að ljúka gerð samninga við flesta aðra kröfuhafa. Takk fyrir. Kristinn Jakobsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég langar að ræða þetta sem Árni var að ræða, bæjarfulltrúar Árni var að ræða hér áðan, að árangur barnanna okkar í PISA-prófunum og samræmduprófunum. Þetta er maraþon eða langhlaup, þetta er ekki endapunktur. Við erum að halda áfram og reyna að halda áfram og hækka þetta aðeins meira og þetta er gott starf sem er unnið á fræðslusviði og kennarar og nemendur og eiga heiðurskilið. Ég man eftir því á fundi í Stapa held ég hefur verið 98 þegar að niðurstöður samræmduprófa þá voru fyrir neðan allar hellur í Keflavík og Njarðvík. Það var haldinn fundur í Stapa, íbúafundur. Ég man eftir einni spurningu sem ég lagði fyrir þáverandi bæjarstjóra sem var Ellert Eiríksson. Hvað kostar, þá vorum við með mikla útreikninga í hvað kostaði 1% stig í verðbólgu
og það kostar, við getum sagt að það kosti nokkra milljarða í vexti, aukna vaxtagreiðslur á íbúa landsins í dag. Og ég spurði hann hvað myndi kosta að hækka einkunn í samræmdum prófum einn. Bara einn. Og hann átti engin önnur svör en þau að það kostaði blóð, svita og tár. Og ég held að svo hafi verið raunin að við höfum eitt fjármunum, við höfum eitt viðleitni og efforti til þess að skapa þennan ávinning sem er orðinn og verðum að halda því áfram. Við verðum að halda áfram að tryggja þennan árangur og ég treysti fræðslustjóra og hans fólki og skólastjórum og kennurum í Reykjanesbæ, skóla Reykjanesbæjar, fyllilega til þess að standa undir þeim merkjum og skila okkur enn betri árangri í næstu samræmduprófum og næsta PISA-prófi eftir 3 ár eða 2 ár núna. Við vitum það að árangur barna í skóla er mjög tengdur menntun foreldra, þá sérstaklega móður. Því meira sem hún eða þau eru menntuð, því betur gengur barninu í skóla. En þetta er ekki algilt. Við höfum dæmi það að fólk sem með foreldra sem eru bæði með háskólapróf eiga börn sem ganga ekki drosalega vel, eða gengur ekki drosalega vel í skóla og öfugt. Við höfum hins vegar fullt af fólki fullt af börnum sem hafa hvorki langskólagengin foreldra og gengur bara mjög vel í skóla. Þannig að það er ekkert kannski, en þetta er trendið í leitnin í samfélaginu og mér finnst við vera að kannski, ég held að íbúasamsetningin í Reykjanesbæ hefur ekki mikið breyst frá því, þannig að við getum eiginlega þakkað þetta, þannig að við erum ekkert með fleiri langskólagengið foreldra í dag heldur en við vorum fyrir hlutfallslega fyrir 20-30 árum, en þannig að sýnir árangurinn er viðleitni og auka skref sem að kennarar og starfsmenn skóla hafa tekið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í dag komu til okkar hingað á bæjarskrifstofurnar Arnór Guðmundsson, forstjóri námsmatsstofnunar, menntamálastofnunar og sviðsstjóri Gylfi Gylfason, fyrrum fræðslustjóri hér, Reykjanesbæ, þess að fara yfir árangurinn í PISA-könnuninni með okkur, PISA-prófunum. Og þetta er yfirreið sem að þeir eru hófst í dag formlega. Við erum fyrsta sveitarfélagið sem að þeir hitta og á fundunum voru auk mín Alexander formaður fræðsluráðs og hann Helgi og svo kom Gyða inn á fundin líka. Og þarna var svona farið vítt og breytt yfir og það var mjög ánægjulegt að heyra hvernig þeir töluðu og Gylfi Jón náttúrulega var hér fræðslustjóri og á eins og aðrir sem að hér á að starfa skóla og menntamálum langt skeið, sinn hlut og mikinn í þessum árangri öllum. Það kom fram í þeirra máli að þeir eiga von á því eða þeir svona lögðu það til að við myndum taka saman eitthvað pappír eða skjal eða greinagerð hvað hér væri á ferðinu og hvað væri verið að gera í Reykjanesbæ til þess að geta upplýst og svona kennt kannski má segja eða frætt aðra skóla og önnur sveitarfélög hvað býr að baki þessum árangri. Auðvitað er það ekkert eitt, þetta eru margþættar aðgerðir sem að einhverju leyti eru kenndar við svipaðar aðgerðir sem gerðar hafa verið í Kanada, en Kanadamenn hafa verið mjög framalega í skólamálum og menntamálum langt skeið og við áttum þarna ágætis spjall, bæði PISA-prófið og einnig samræmdu prófin og árangur okkar nemenda á samræmdu prófum og við þreytumst ekkert á því að þakka bæði nemendum og kennurum náttúrulega og skólastjórum og foreldrum ekki síst og starfsfólki fræðslusviðs fyrir
þennan árangur og gott samstarf og þessa svona samheldni sem ríkir þennan málaflokk hjá okkur. Ég hef verið spurður að því að bæjarfulltrúi Kristinn Jakobsson var hér að nefna það hvað kostar að hækka meðalengunum einn. Þá hafa fjölmiðlar verið að leita eftir því við okkur hvað þessi árangur hafi nú kostað okkur. Ég hef verið spurður að því af fjölmiðlum hvað við séum að veita miklu meira fé heldur en áður í málaflokkinn. Og ég hef nú svarað því til að við séum ekki að því beint, við séum bara að nota þá peninga og þá orku og krafta sem við höfum yfir að ráða bara með skynsamlegum hætti og ég held að það sé nú tilfellið. Þannig að ég hygg að mörg sveitarfélög geti nú örugglega lært á okkur hvað það varðar að nota orkuna og tíman og svona aflið og peningana kannski það sem að þeir nýtast best. Við getum þá kennt það líka eða svona miðla okkar reynslu í því. En það kom líka fram á þessu fundi okkar og í þessu spjalli að því hér var nefnt með útlendingana okkar eða þá sem eru hér með íslensku sem annað móðumál að margir hverjir þar að standa sig mjög vel og þó að svona kannski hópurinn sem heild eigi nú kannski frekar í vök að verjast að þá eru samt innan bæði í grunnskólunum og ekki síður í tónlistarnámi og íþróttahreyfingunni eru þarna nemendur á erlendu bergi sem að standa sig mjög vel og afburðanemendur í raun og jafnvel í íslensku og það var mjög gaman að svona ræða þetta mál líka við þá að því að það hefur mýtan svolítið svo að þau eigi undir högg að sækja og það kom fram í þessu samtali okkar að 3 af 8 nemendum Myllubakkaskóla sem fóru til dæmis til Norðurlandana daginn í Lego-keppninni eru úr þessum hópi og það voru svona sérstaklega valdir duglegi nemendur sem fóru í það verkefni og það mál og 3 af 8 voru úr þessum hópi. Þannig að ég held að við séum bara með mjög góða blöndu af duglugum nemendum og náttúrulega kennurum sama á hvaðan þau koma og hverra þjóðar þau eru og það gerir okkar samfélag bara ennþá litskrúðar og betra og við höfum að halda áfram, ég sammála því við höfum að halda áfram að vinna á þessu nótum, vinna með okkar fólki, standa við bak kennara og skólafólks og ná ennþá betra árangri. En Arnór og Gylfi báðu fyrir kveðjur og fóru svo hér og heimsóttu fleiri á fræðslusviði og áttu held ég hér bara ágætan eftirmiddag í góðra vinahópi. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð bæjarráðs frá 8. og 15. desember gefa merki og þær eru samþykktar 11:0 og þá er komið að fundargerð eða lið númer 2 sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 13. desember. Orðalaust. Það er enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum 11:0. Þá er komið að 3. lið sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 15. desember. Orðalaust. Það er enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Hún er samþykkt 11:0. Þá er komið að fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 6. desember síðastliðnum. Orðalaust. Kristinn Jakobsson gjör svo vel. Forseti, það getur bæjarfulltrúar. Þegar ég fór að lesa fundargerð 105. fundar íþrótta- og tónlistarráðs þá féll ég aðeins bókun sem er í fyrsta máli eða fyrsta lið verkáætlun grasvelli Keflavíkur og Njarðvíkur og ég las þessa skýrslu og þá sérstaklega skýrsluna sem er nettovöllin og það veldur mér svolítið áhyggjum að stanga svolítið á
upplifun mín af ástandi vallarins eins og hún var í sumar og það sem að kemur fram í bæði bókunum og skýrslu vallar umsjónarmanns eða Sævars Leifssonar eða ekki. Og ég ætla aðeins að tíunda það. Völlurinn var, sko, fyrst og fremst þá var sumarið alveg einstaklega gott gróðfarslega. Það verður bara að segjast og þess vegna ættu allar aðstæður á vellinum, sérstaklega Keflavíkurvellinum, að vera einstaklega góðar, en hann var á tímabili mjög illa farinn. Hann var bæði gulur og eins og hann væri brunnin, en ég efast að það hefði verið af þannig að ég hafði samband við sérfræðing sem að veit hvað hann syngur og hann talaði að þetta hefði verið bæði röng ábyrgðargjöf og röng vökun á vellinum. Þannig að þetta stangar svolítið á í skýrslum vallarstarfsmannsins og ég verð að segja það, ég hef áhyggjur af því að þetta skuli vera þannig í botninn búið að við erum búin að fjárfesta gríðarlega, við fjárfestum gríðarlega í Keflavíkurvellinum og það var ástandið á honum var fyrir nokkrum árum síðan var ekkert gott, það verður bara að segjast og það horfir í að það verði eins núna. Bæði hefur eins og ég sagði áðan að ábyrgðargjöfin ekki verið rétt og vökunin ekki rétt heldur. Það var á tímabili sem að leikmenn Keflavíkur neituðu að æfa á vellinum sem dæmi vegna ástands þess. Þannig að þetta er og ég verð bara að lýsa áhyggjum mínum yfir þessu að það skuli við erum að eyða, ég man ekki hvað, við erum að eyða einhverjum 20-30 milljónum í rekstur vallarins í Keflavík og mér finnst þessum peningum ekki vel varið miðað við ástand vallarins en það kemur allt önnur lýsing á það í skýrslunum og við verðum stundum að treysta en við þurfum kannski að hafa einhverja til þess að fylgjast með og hafa eftirfylgni yfir vellinum, þannig að þetta er dýr fjárfesting og það er illa farið með mikla fjárfestingu ef við ef við eyðum eða verjum henni í ranga ábyrgðargjöf og ranga vökun. Guðný Birna Guðmundsdóttir. Til forseti, bæjarfulltrúar og góða gestir. Mér langar að lýsa ánægju minni með lið 2 í fundargerð íþróttaráðs. Ég ræddi við Hafþór Birgisson, tómstunda og íþróttafulltrúa sem tjáði mér að skólanir okkar væru mjög duglegir að sækja í forvarnasjóð ýmsa fræðslu fyrir börnin okkar og er ég mjög ánægð með það og finnst mjög mikilvægt að þau fái ákveðna fasta fræðslu eins og fræðslu fíkniefni og annað, þannig að þetta gengur bara vel. Ég er einnig að lýsa ánægju minni með það að stefnt er að hækka hvatagreiðslurnar á næsta ári úr 15 í 21.000 og hjálpar það barnafjölskyldum okkar í Reykjanesbæ og það eru bara frábærar fréttir. Þetta er bara að koma þessari ánægju minni á framfæri. Takk fyrir. Gunnar Þorvaldsson. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri gestir. Ég hef fylgst með knattspyrnu
og knattspyrnuvöllunum í æði langan tíma. Byrjaði hér að keppa í fótknattleik, já, einhvern tímann fyrir 1980. Og hef leikið á aðalega Njarðvíkurvelli, en þessum gamla, og ég get ekki séð annað en að gegnum tíðina að þá hafi þetta verið bara í góðu lagi. Og svo það fyrirkomulag sem hefur verið haft á þessu, þar að segja að knattspyrnudeildirnar sjá vellina, sé bara prýðisgott fyrirkomulag. Allavega hvað snertir Njarðvík, að þá ekki hægt að segja annað en það sé vel hugsað vellina að því leytinu til að það tekið tillit til þess að leikurinn, hann þarfnast ákveðin aðstæðan og auðvitað erum við að reyna að halda völlunum í toppstandi, þessi sem standa að þessu. Það liggur í augum uppi. Það eru þeirra hagsmunir. Þeir eru ríkastir hjá deildunum. Þetta ekki bara gras til að horfa á. Þetta gras til að leika sér á. Og það í raun og veru aðalmálið. Við erum að starfa við aðstæður þar sem stundum slæmt veður og það getur valdið því að sprettan sé öðruvísi heldur en vera skildi. En allavega þá get ég ekki sagt annað en að það sé bara góð umhirða vellina. Við horfðum ágætan leik sem var landsleikur milli Króatíu og Íslands og það var haft á orði að Króatar höfðu dælt vatn á völlinn fyrir leikinn og hann var allur í svaði meðan á leiknum stóð. Þetta var hluti af knattspyrnunni. Það var ekkert verið að spyrja að grasinu. Leikurinn gengur út á það að vinna og þetta oft leikið af því að menn hafa verið að tala sprettu og svoleiðis að þá gjarnan slegið svona frekar hátt gras þegar að verið að leika við lið sem eru hröð og fljót, þannig að það hægja á boltanum. En svo þegar það verið að leika við lið sem eru svona hæg og fara hægt yfir, að þá slá menn ekki eins miklu hægð. Þetta bara hluti af leiknum. Ég hef fylgst með þessu grasi þarna bæði í Keflavík og Njarðvík og ég bara mjög ánægður. Og það reyndar það sama út í Leiru. Þeir eru að gera ágætisluti. Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfundur og gestir, bæjarstjóri, ég ætla ekki að tala gras en samt ég nú ánægður með grasið á báðum völlunum og líka í Leirunni. Þetta kemur fram í fundargerð hérna hvað mánagrundin var góð í sumar, bútvöllurinn okkar. En mér langar aðeins að nefna hérna eitt lið, það hérna tíminn búinn. Ég vil þó segja kannski að hérna, það svo margt annað sem við gerst hjá okkur í íþróttamálunum sem vert að vekja athygli á og kannski ekki síst það að þessi bætta skotdeild aðstæðan hjá skotdeild Keflavíkur, þar sem stækkað rými aðstöð í bardaíþrótta við Iðavelli og endurnýjað samkomulag við Landsbankann afnot af gömlu sundhöllinni fyrir Hnefiðleikafélagið og síðan nýtt gúmmíkurl í Akurskóla og ekki síst kannski 5 tonna af kurli sem bætt var í Reykjanessallarna. Gaman að lesa þessa fundargerð, það mikið að gera og margt nýtt að koma í ljós hjá þessu ágæta ráði og
og kannski það sem skemmtilegast að segja frá að Golfklúbbur Suðurnesja og Púttklúbbur Suðurnesja eru komið inn í aðstöðu hjá fimleikadeildinni sem mér finnst alveg frábært það sem ungir og gamlir eru á sama stað og njóta kannski samveru hvors annars. Hvet ykkur eindregið til þess að kíkja á þennan nýja púttil sem þar er og ekki verra að þið farið að prófa nýja golfherfinn sem þar er stattur núna. Ég vil líka minna á að kjörðum íþróttamann ársins í Reykjanesbæ verður og ég held að þetta sé nú breyttur tími heldur stendur í fundargerðinni. Ég held að það sé rétt hjá mér að það sé 30. desember og sé klukkan 8 um kvöldið. En það keflar, það er örugglega saman. Nú, þá ætla ég bara að ítreka íþróttahúsið í Njarðvík á Gallanstað klukkan 1. Það er þá Keflavíkum á þann 30. Takk. Kristinn Jakobsson. Forseti, já, svo má böl bæta með að benda á eitthvað verra. Það er alveg tilfelli að Gunnar bendir á leiki í Króatíu þar sem var allt í svaði og drullu. Ég vil ekki kannast við Keflavíkurvöllinn sem einhvern svaði eða drullu en það er hætta á að hann verði það. Ég tók bara Keflavíkurvöllinn, Gunnar heldur sig vel við Njarðvík og það er bara allt í lagi en og grasið er til þess að leika það, en ég vil hafa grasið grænt. Ekki af því að ég er framsóknarmaður, heldur einfaldlega vegna þess að mér finnst það bara skemmtilegur og fallegri litur á því. Ekki gult og skrælnað, eða ofþornað eða ofvökvað eða með vitlausa ábyrgðargjöf. Og ég vil að við verðum að passa okkur á því að hann verði ekki eins og leikangurinn sem að Gunnar var að tala um út í Króatíu. Hann gæti það nefnilega með þessari vitlausri vinnslu á vellinum. Við verðum að taka það fram. Herstöður gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar aðeins að blanda mér í þessu umræðu. En við fórum, ég og Hafþór Barði Birgisson, íþrótt- og tómstundafulltrúi og Guðlaugur Helgi Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfissviðs, snemma í sumar og heimsóttum báða þessa velli og vallastjórana og fórum svona yfir þeirra vinnubrögð og skráningu á þeirra vinnu og hvernig þeir stæðu að þessu og hittum fyrir Keflavíkurmegin nokkra fulltrúa úr stjórn knattspyrnudeildarinnar og þetta var hinn ánægjulegasti eftirmiddagur og ég sannfærðist það þar að þarna væru menn að vanda sig og gera eins vel og þeir mögulega geta. Enda miklir hagsmunir í húfi fyrir knattspyrnudeildirnar að vellinir þeirra séu í lagi. Og ég held að menn sé að leggja sig fram en ég held að þessi umræða sé ágætt. Ég held að þeir þurfi líka að vita það að það er fylgst með því sem þeir eru að gera og okkur er alls ekki sama. Þannig að við brýnum þá bara til góðra verka áfram. Hins vegar langar mig kannski að fá leyfi hjá bæjarfulltrúa Kristni að því ég veit að hann sendi inn fyrirspurnir til íþrótt- og tómstundafulltrúa og það sem spurningar úr þessari skýrslu sem að þeir svöruðu ágætlega held ég nokkurum atriðum og hvort að mig ekki bara til upplýsingar fyrir bæjarfulltrúa Kristni að senda þessi svör á aðra bæjarfulltrúa þannig að þeir hafi svona frekar upplýsingar þetta og svör þá okkar embættismanna við því. Þegar umræðum ofþornun grass skipti máli þá ætla ég að veita Kristni heimild til þess að koma hér í 3. skipti. Takk fyrir það, forseti. Mér er það alveg að meinalausu að þessi bæði spurningarnar og svörin fari í hendur og komist í hendur bæjarfulltrúa. Hins vegar er ég ekki alveg svona alkostar ánægður með svörin vegna þess að þau eru að mörgu leyti mjög góð og öðru leyti vantar í þau og það er það sem
aðhaldið sem að við þurfum að vera með á þessari framkvæmd. Þeir gerðu samningu, íþróttafélögin gerðu samningu við bæjarstjórn og þá er spurning, eru endirnar eftir samningnum? Það er spurningin sem að, og við getum engan veginn staðfest það með því að kalla inn og farið yfir, við getum verið með eftirlit á því sjálfir, en það getur kannski aldrei verið tæmandi og það er enginn á okkur sem að skrifar undir þessa hvorki íþrótt- og tómstundaráði né fræðslustjóri eða íþrótt- og tómstundafulltrúi. Það er enginn af þeim sérfræðingur í viðhaldi á grassi. Það er bara svoleiðis. En það er alveg mér að meinalausu að þessar spurningar og svör verði sendar á bæjarfulltrúa. Takk. Gunnar Þórðarsson. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóragestir. Ég get tekið undir það að það þarf auðvitað að hafa eftirlit með þessu. Og það er bara jákvætt. Og mér skilst að það hafi verið gert. Það er að segja að þjónustumiðstöðin hafi haft eftirlit með þessu. Sjálfsagt má gott bæta. Það er bara hið besta mál. Og auðvitað er betra að hafa grasi grænt. Það þurfi ekki að mála það. Beinlíns til þess að hafa það grænt. En að slöktu öllu gríni að þá held ég að við getum alveg gert betur. Bara bæta okkur í þessum efnum. Það hafa ekki fleiri hvassi ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. Þá er komið að 5. lið sem er fundargerð fræðsluráðs frá 14. desember. Orðið laust. Baldur Guðmundsson. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að halda áfram það sem frá var horfið í fundargerð bæjarráðs skólastarfið undir fundargerð fræðsluráðs. Það sem að þetta kemur fram, kannski byrja bara á 1. lið vegna sumarfría í leikskólum. Þá var umræða hvort það ætti að samræma lokunartíma leikskólana yfir sumarið. Ég held að það sé komið á það stig að við þurfum að huga því hvernig opnun er á leikskólanum. Það er orðið það mikið álag á starfsfólk yfir sumartíman vegna flugstöðvarinnar að það er brýn þörf kannski að það sé einhverjir leikskólar opnir allt árið eða það sé fundnar upp einhverja aðra lausnir. Þurfum kannski að hugsa eitthvað út fyrir sandkassan í því máli en það gæti til dæmis verið bara að stór vinnuveitandi í flugstöðinni komi að rekstri slík skóla. Ef við leyfum okkur að hugsa svona aðeins í lausnum vegna þess að það er starfsfólk þar sem er í vanda oft og ég held að þessi vandi eigi eftir að aukast allavega allt sem bendir til þess. Þannig að ég er ekki með neina lausn en ég er bara svona að velta upp þessari hugmynd hvort að við eigum að hugsa aðeins út fyrir bóksi í þessa veru. Helgi fór yfir PISA-könnunina og síðan fór hann yfir samræmdu prófin í bæjarráði. Hann á eftir að fara yfir þetta með fræðsluráði. Allt bara mjög gott. Mjög gott að í þessari ólgu sem hefur verið í kringum grunnskólana á landinu, sérstaklega í kringum bara kjarasamninga kennara, þá skuli fréttirnar frá Reykjanesbæ vera jákvæðar.
Síðast ef við hittumst þá voru miklar uppsagnir frá kennurum. Það kemur fram hérna síðar í fundargerðinni að flestir eru búin að draga þessu uppsagnir tilbaka sem af hinu góða. En PISA-niðurstöðurnar heilt yfir landið komu illa út en Reykjanesbær, Hafnarfjörður, Árborg risu upp. Við tókum bara meðvitað ákvörðun það að við vildum gera vel í þessu, við vildum ná góðum árangri í þessu. Og eins og Kjartan Már sagði, við þurftum ekkert að henda miklum pening í þetta, við þurftum bara aðeins að breyta starfsháttum, breyta afstöðunni, að kalla alla til. Þetta var ekki bara fræðslusviði eða bara skólastjórar, bara kennarar. Það voru allir sem tóku þátt í þessu, foreldrar og nemendurnir alltaf. Gleymist oft í þessar umræðu að það eru nemendur þarna líka. Til dæmis þegar umræðan hefst heimanámið, á að vera heimanámið eða ekki. Og þá eru foreldrarnir spurning hvort að þeir nenni að sinna þessu heimanámið og hafi getu og aðstöðu til. Eða hvort að foreldrarnir, hvort kennararnir eigi bara að afgreiða þetta á skólatíma. Þessi umræða kemur reglulega og þetta sveiflast niðurstöðurnar. En við heyrum sjaldnast í krökkunum hvað þeim finnst. Bara sleppa þess heimavinnu algjörlega. Hvort sem hún er í skólanum eða heim eða whatever. En þetta er bara verkefni sem þarf að taka á. Ég vil aðeins minnast á það vegna þess að niðurstöður úr þessum prófum hafa gefið okkur byr í seglin sem að gera vel í skólastarfinu. Hér hafa skólarnir ekkert verið fjársveltir þó að það sé vinsælasta orð hjá stofnunum í dag að það allir fjársveltir. Við höfum bara sett í skólana það sem að er það sem að við teljum er samkvæmt rammanum. Við erum með ákveðið módel sem að tekur utan þetta. Skólarnir, sveitarfélögin eru að setja í skólana þetta 45% af tekjunum upp í 60-70 jafnvel. En kröfurnar eru alltaf að aukast á skólana. Og við getum alveg tekið undir með kennurum þegar þeir segja að það er alltaf verið að bæta á okkur. Það er alveg rétt. Það er alltaf verið að bæta við verkunum inn í skólanum. Og ég vil ekki fara í þann leik sem við hafa farið í að benda á. Með þess að fjölmiðlafólk bara er með viðmælendur og segja hverjum er þetta að kenna. Getur ekki benda á ykkur. Það er mjög ódýrt þegar að það farið í þetta og náttúrulega nokkri kennarar hafa farið bara mjög geist í þessu og tala mjög beinskeytt og sagt þetta er bara sveitarfélögunum að kenna. Þau hafa bara gert upp á bak. Nú bara verða sveitarfélögin að gera sér brók. Ef að það er eitthvað vandamál í skólanum og ég er ekki að segja að vandinn sé hérna, ég er bara að hugsa aðeins til framtíðar hvernig við tökum á því að það er smá kurr í kennurum. Hvernig tökum við á þessu? Ég vil ekki fara að benda á eitthvað sökudólg en við eigum klárlega sem sveitarstjórnarmenn að ég ætla ekki að segja bregðast við, heldur að taka mark á þessu. Það er margt sem við þurfum að viðhalda í skólastarfinu og það eru mikla breytingar framöndan og við þurfum að taka þátt í þessu, vera virkari. Það sem mér finnst vanta í þessu umræðu, það er enginn frá sveitarfélögunum sem kemur og svarar einu eða segir hvernig staðan er. Vegna þess að þetta er einhver nefnd sem er bara hjá sambandinu sem sér þetta. Við pælum ekkert í þessu. Ég held að sé koma á þeim tímapunkt að allir þessi aðalar þurfi að komast niður á það að það eru breytingar í þessu skólakerfi. Það er komin ný námskrá
kennarar eru að kvarta undan því hvernig þeir eru að fara að meta núna námsframvindu. Við þurfum með aðstoð fræðsluskrifstofunnar að svara þessu. Við þurfum að veita aðstoð til að taka á þessu. Þannig að ég er mjög sáttur við hvernig Reykjanesbær er bæði að taka á hlutunum og þá þessi umfjöllun sem við erum að fá. Nú er allavega góða eins og Arnór sagði bara að Reykjanesbær hefur notað niðurstöður þessara prófa eins og á að gera það. Það er til að bæta sig. Ekki að fara að væla yfir í hvernig ástandi er, heldur við notum þessar niðurstöðu, bæði þessar góðu niðurstöður og vondu niðurstöðu til að betur bæta starfið. Og þá erum við að ná árangri, hægt og bítandi, sem er hið besta mál. Þess vegna þurfum við að vera vakandi fyrir því að allt skólasamfélagi sé að halda áfram, styðja góð mál áfram. Það er sem, að því að Arnór tjáði sig opinberlega, þá heyrði ég í einu skáldi sem heimsækir skólana reglulega, sagði bara í síðustu helgi, það er alltaf svo gaman að koma til Reykjanesbæjar. Það er svo góður andi í skólanum. Það er allir tilbúnir, taka vel á móti manni og fylgjast með af áhuga. Þannig að maður er alltaf að heyra af góðu starfi skólana sem bara fyllir mann miklu stolti. Svo er rætt spjaldtölvunótkunina. Þarna kemur fram í fundargerðinni að farið verið í stefnumótun varðandi framhald á spjaldtölvuvæðingu grunnskólana. Ég er horfið aðeins öðruvísi á þetta heldur en að það eigi að vera eitthvað stefnumótun bara í kringum tækin. Þetta er nánast eins og að það hefur verið sett fyrir 50 árum. Við ætlum að hafa stefnumótun það hvernig við notum stílabækur eða hvernig við flettum. Þetta er bara orðið tækið sem fólk er að nota, krakkar að nota. Og við erum með stefnumótun bara skólastarfið og hluti af því er hvernig eru spjaldtölurnar notaðar. Annars er ég bara góður. Takk. Það var Jónsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Nú byrja á því að taka undir þeim sem hér hafa talað árangur okkar í samræmduprófum og PISA og óska fræðslusviðinu og fræðslustjóra og skólastjórum og skólafólki til hamingju með þá niðurstöðu og ánægilegt. Það ætla að öðru leyti ekki að endurtaka, það er búið að fara vel yfir þetta en ástæðu til að þakka fyrir ágæta kynningu sem framfór í bæjaráðu var einmitt óskað eftir hér á síðasta bæjarstjórnarfundi. Það sem ég langaði að fjalla hér er fyrsta mál sem að bæjarfulltrúi Baldur kom nú aðeins inn á og lætur nú kannski ósköp lítið yfir sér. Það snýr að sumarleyfistíma leikskólana og við og þeir sem hafa mannaforráð þekkja vel að þegar að spurt er hver er óskatíminn í sumarfríinu og þá er það júlí og fram yfir verslunarhelgi. Allir sem að biðja þennan tíma og mér finnst svolítið að þarna sé verið að bregðast við og loka leikskólanum öllum á sama tíma. Svolítið til þess að geta uppfyllt vonir og væntingar starfsmanna. Þetta þýðir það, eins og ég skil þetta, að minnstu kosti allir leikskólarnir verða lokaðir á sama tíma yfir 3 vikna tímabil. Það verður það bil 1000 börn sem þá eru í sumarfríi og það þýðir þá að það bil 1000 fjölskyldur munu fara til rinna vinnuveitenda og segja ég verð að vera í fríi á þessum tíma, þarna er leikskólinn lokaður.
Og við sem erum hér á stærsta svæði landsins sem er í vaktavinnu, svæði sem helst kallar á fólk yfir sumartíman, ættum aðeins að hugsa okkar gangi þessu. Og að minnstakosti teldi ég eðlilegt að við værum að nýta þann tíma sem við höfum, það svigrúm á meðan að grunnskólanir eru í fríum, frá 5. júní og fram til svona 20. ágúst. Þetta var með ágætum hætti. Leikskólanir voru að skiptast á sumarfríum. Þeir sem byrjuðu fyrst á síðasta ári, að þeir færðust til hálfan mánuð á næsta ári og svo hálfan mánuð þar á eftir. Þannig að starfsfólki fékk sitt óska frí á einhverjum tímapunkti. En með þessu erum við að fara svolítið yfir í kerfið sem við þekkjum víða í Evrópu, þar sem allt lokað í júlí. Þar sem menn bara loka, verksmiðjur eru lokaðar, þjónustan liggur niðri, starfsfólk í fríi í júlí. En við sem búum hér á þessu svæði held ég að við getum ekki leyft okkur að fara í þá áttina. Ég held að við þurfum aðeins að hugsa okkar gang hvað þetta varðar. Held að við séum ekki á réttri leið með að þrengja tíman með þessum hætti. Kristinn Jakobsson. Forseti ágætur bæjarfulltrúar var, já. Bæjarfulltrúi Baldur sagði hér áðan að það væri allt sveitafélaginu að kenna. Það tekur, gamla máltækja, það tekur heilt þorp að ala upp barn og þorpið hlýtur þá að vera sveitafélagið. Það liggur í augum uppi. En ef við tökum barn sem fæðist í dag, eða fæddist í dag, að það kemur út á vinnumarkaðinn eftir sirka 18 til 25 ár, og þá má bóka það í dag að helmingurinn af störfum sem verða til þá, þau eru ekki til í dag. Og skólar landsins þurfa að vera aðlaga sig að þeirri staðreynd. Helmingurinn af þeim störfum sem verða til eftir 25 ár, það er ekki búið að finna þau upp í dag. Þannig að hvernig undirbúið það barn sem fer út á vinnumarkað sem fæðist í dag og fer á vinnumarkað eftir 18 til 25 ár fyrir það starf, það er mjög erfitt. En það sem hefur einkennt menntun og skólakerfi nútímans það er þessi stöðlun. Það er að við búum við 250 ára gamalt kerfi sem rennur undan rifjum breska heimsveldisins sem var gert til þess að staðla menntun. Þannig að maður sem byggi eða krakki sem gengi í skóla í Norður Kanada, hann fengi sömu menntun og sá einstaklingur sem gengur í skóla eða gengi í skóla í Suðurótta Nýja-Sjálands. Þannig að breska heimsveldi var samansett og öll menntun, hún var bara stöðlu og við búum við það kerfi ennþá í dag. Og við þurfum það er breyting í farvatninu. Hann kom vel að orði hann Baldur að það eru breytingar í farvatninu framundan. Það er að segja burt frá þessari stöðlun. Þannig að það er allir fastir í sama móti og skoðaðar og metnir í sama ljósi í það að vera skapandi. Kerfið þarf að vera skapandi og ég held að spjaldtölvuvæðingin hún hafi sitt að segja í því, plús að skólastarf, innra skólastarf sé meira skapandi heldur en að sé staðlað. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, mér langar að leggja orð í belg í þessari ágætu umræðum skólamálin og bæta við það sem við ræddum hér fyrir í dag. Langar að nefna strax þennan lið önnur mál, spjaldtölvurnar. Ég held að sé mikilvægt hvort við köllum það stefnumótun eða hvað, ég held að sé samt mikilvægt að við
hugum að þessum breyttu kennsluháttum sem fylgja spjaldtölvunni og tryggjum það að kennarar og nemendur kunni að nota þetta tæki. Og það þarf töluvert til að menn nýti þetta tæki á réttan hátt þannig að það skili okkur árangri. Og þannig held ég að hljóti nú að vera vangavelturnar sem að Baldur satt í fræðsluráði og tók þátt í og ég vona að fræðsluráð taki þetta mál þá frekar upp og velti upp hvernig megi vinna betur með spjaldtölvurnar. Ég hef svona aðeins á tilfinningun að það sé enn þannig að menn eru komnir með þetta í hendurnar en þeir eru ekki að nýta þetta rétt. Hvort það heitir stefnumótun eða aðferðafræði, það er kannski annað mál. Mér þótti athyglisvert sem að Kjartan bæjarstjóri var að nefna hér komu þeirra félaga úr Menntamálastofnun og hvað þeir voru að segja okkur árangurinn á PISA sem við svo sem vel fjallað en leið var bæjarstjóri að nefna að menn spyrðu hvað kostar þetta og þá alveg ástæða til fyrir okkur að rifja upp að þetta sveitarfélag, kostnaður skóla eða fræðslumála, ég held við getum sagt að á hvern íbúa á meðal af 10 stærstu sveitarfélagunum séu við líklega lægst eða næstlægst í kostnaði fræðslumála per íbúa. Þannig að það fer þá allavega ekki saman að það sé verið að dæla miklu fé í þetta til þess að ná árangri. Hins vegar, þá held ég sé líka fróðlegt að við færum í gegnum það að ég fullyrði að stærð skóla skiptir þarna máli og við erum með hagkvæma stærð skóla, við erum með hagkvæmar einingar innan skólana, bekkirnir, stærð bekkja skiptir auðvitað mjög miklu máli og við erum með tiltölulega ungt starfslið og það kannski skiptir mjög miklu í þegar við erum að horfa á kjarasamninga og hvað í raun og veru verið að greiða til skólana. Það er þetta sem að skilar okkur örugglega ákveðinni hagkvæmni en leið, það sem var líka hér nefnt og bæjarfulltrúi Baldur nefndi, það er skólaandinn. Hann er mjög sterkur hér og það er það sem að skólastjóra og kennurum og stjórnendum tekst að byggja upp í skólum og það er líka mjög mikils virði og það skilar þessari hagkvæmni áfram. Annar þáttur sem mér þótti merkilegur sem að bæjarstjóri var að nefna var með þessi 2 tungumál, að börn sem tala 2 tungumál, ég ætla allavega að orða það þannig að þau eru að skila ótrúlega góðum árangri. Mörg hver, við svo sem getum ekki alhæft en hlutfallslega er mjög merkilegt að börn sem eru á erlendu bergi og eru svona koma hingað með sitt móðurmál og læra svo íslenskuna og eru svo að skila afburða árangri. Og þá vil ég rifja það upp að rannsóknir eru stöðugt að styrkja þá fullyrðingu að þeir sem að læra 2 tungumál og flytja þau vel, þeirra heila starfsemi er virkari og það er svolítið spennandi að velta fyrir sig hvort að þetta sé hluti, hvað eru margir hér sem tala 2 tungumál? Já, það er allir 2 tungumál í bæjarstjórn. En ég á nú ekki við það að við séum að læra á efri árum, heldur hvernig menn eru fæddir inn í þetta umhverfi og þurfa svo að aðhafast nýju tungumáli. Þannig að það er svolítið merkilegt að velta þessu fyrir sér, hvernig við getum í raun og veru nota þetta líka, vegna sem við erum núna að taka við samfélagi, hér er að fjölga mjög ört og hér fólk af erlendu bergi að koma mikið inn. Við vorum að nefna þetta með Myllubakkaskóla, þetta orðið mjög hátt hlutfall, við erum að tala 15% íbúa sem af erlendu bergi og hvernig erum við að mæta þeim og hvernig getum við styrkt þá í að gera þeirra börn að svona miklu hæfileika fólki eins og tækifæri til. Það var líka nefnt og bæjarfulltrúi Kristinn nefndi það að með skólana, með hvað veldur foreldrarnir, þáttaka foreldra. Og ég hef oft velt fyrir mér þessari umræðu einkaskóla versus hverfisskóla, skulum kalla það hverfisskóla, og svo aftur einkaskólan. Og menn halda því fram að einkaskólinn sé að skila betri árangri og spyrja svo hvernig það er. Ég held að það sé nú ekkit einhlítt að hann sé að skila betri árangri, einkaskóli.
En það þó allavega ljóst, og það ágætt að taka Ísaksskóla sem dæmi, að ég fullyrði að þar eru foreldrar sem að velja þann skóla. Þeir hafa svona ákveðin metnað fyrir hönd sinna barna og að velja þann skóla, þannig að það væri fróðlegt að skoða samsetningu foreldrana inn í þá skóla þar sem foreldri sýnir barninu mjög mikinn áhuga og menntun þess mikinn áhuga, hvort að það þar að skila sér í þessum aukna árangri. Við erum hér með hverfiskóla og við erum að sýna frábæran árangur. Þannig að við erum akkurat að í raun og veru sýna fram á það að það þarf ekki bara þetta til. Það hægt að ná frábærum árangri með því að skólinn sé vel undir það búinn. Hann tekur á móti foreldrum, hann glæðir áhuga foreldra jafnt sem barnanna og þannig sýnist mér við geta verið mjög stolt af því að vinna. Langar líka nefna þetta með leikskólana og umræðuna sem var hér hvernig við högum opnunartíma. Ég held, eins og ég var að segja áðan, af því að við erum með svo mikið af fólki af erlendu bergi og það er að fjölga störfum sérstaklega á Keflavíkurflugvelli og mjög líklega þá fólk sem kemur hingað erlendis frá, vonandi sest að við þurfum eiginlega að vera á undan. Við þurfum aðeins að fara að velta fyrir okkur hvernig við ætlum að haga leikskólum í umhverfi eins og bæjarfulltrúi Böðvar nefndi þar sem er mest vaktavinna á landinu. Getur verið að við ættum að setjast niður með Ísavía til dæmis og spyrja, þarna ástæða fyrir Ísavía að taka þátt í með okkur? Það eru náttúrulega til fyrirtækjaleikskólar, einhvers konar samsetning þeirra, þar sem við erum að leggja meiri áherslu á vaktavinnuna og aðstæður foreldra sem að svara þá þörfum fyrirtækisins og bjóða þá leikskóla í tengslum við það, kynna vera hagstæðara fyrir okkur í rekstri en leið hagstæðara fyrir foreldra. Ég ekki að halda fram að þetta sé einhver ný stefna, heldur bara velta því upp að við ættum að huga að þessu, hvort að þarna gæti verið þáttur sem að við gætum stigið fram og verið svona undan, því að það ómögulegt að vera á eftir. Við höfum séð það í Reykjavík, hvernig biðlistarnir í Reykjavík hrannast upp og umræðan er neikvæð af þeim toga, frekar en að við stígum fram og séum á undan. Þannig að ég allavega veit að við munum bara taka þessu umræðu allavega inn í fræðsluráð og geta þá velt vöngum yfir hvort það sé ástæða til þess að nálgast þessi fyrirtæki og spyrja þau, hafið þið áhuga, ástæða til þess að við höldum áfram þessum vangaveltum. Gunnar Þórarinsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri gestir. Það var ágætis orðatiltæki sem að Kristín nefndi hér, að það þurfi þorp til að ala upp barn. Ég held að það sé orðasönnu og það leiðir svona hugana, hefur oft leitt huga minna því hvernig mitt uppeldi var, hvernig uppeldi barna minna var hins vegar og síðan ég að skoða núna uppeldi barnabarnanna. Þetta auðvitað ólíkt allt saman. Mjög ólíkt. Það hefur margt breyst. Hvað hefur breyst? Jú, það sem hefur breyst að í mínu uppeldi þá var móðir mín ævinlega heima og vann. Þar, sín heimilistörf og hafði svona auga með börnunum sínum. Og lék við þau, kenndi þeim ýmislegt sem maður lærði ekki í skóla. Meira sér að baka. Og kona mín hlær nú yfirleitt af því. Ég segi þetta. En það var kannski mest fólki í því að sleikja upp bottunum. En börnin mín, meðan ég lærði skák og bridge og spil heima, þá lærðu börnin mín að spila og tefla í skólanum.
Ólafur Gunnar Ingason var sjálfboðaliði í því að kenna þeim skák, börnunum í Njarðvíkurskóla. Og mér fannst það eiginlega frábært. Og þegar ég talaði við hann svona það hvort það væri ekki hægt að endurtaka þetta og breyta upp á þessa nýju, þá var hann tekið vel í það, en skólarnir hafa svona verið frekar andsnúnir þessu heyrist mér. Ég held að þetta sé mjög áhugavert að fá þessa hluti. Einfaldlega vegna þess að það eru svona stundir sem að nemendur muna eftir, krakkar muna eftir. Og þetta reynist þau miklu mikilvægara heldur en ýmislegt sem gerist í skólanum. Ég er ekki að gera lítið úr PISA. Þetta er mjög góður árangur og bara ánægilegt. Og ég veit og ég get bara fullyrt að ég held að allir hér inni standi einarlega á bakvið kennara og fræðslustjóra og fræðslusviðið allt saman. Og ég held að þar sé verið að vinna gott starf í skólanum. Bara mjög gott. Og tek reynda líka undir það að það er nauðsynlegt að huga að opnun leikskóla yfir sumartíma. Það er auðvitað orðið þannig ástand að báðir foreldrar eru að vinna og geti ekki tekið sumarfrí bara eftir því hvað okkur þóknast. Þannig að ég held að við verðum einhvern veginn að koma til móts við það fólk sem er að vinna á þessum ástíma. Þannig að þau þurfu ekki að stóla á sig ykkur úrræði sem er ekki stundum til. Og þurfi því að annarkvort er að sleppa vinnu sem að er ekki vel liðið á vinnustæðinum. Nú, við höfum, það er mikið atriði að krökkunum líði vel. Börnunum líði vel í skólanum og heima og bara í umhverfinu. Og uppeldi snýst einmitt ekki bara það að vera í skóla. Það er líka að leika sér, líka vera í íþróttum. Það er ýmislegt annað sem kemur inn í þetta, sem að skipti máli. Og af því að menn er að tala um PISA og stærðfræði og svoleiðis, þá þekki ég krakka sem að bara botna ekkert í stærðfræði. En þau geta auðveldlega, af því þau hafa rýmisgreind, þá geta auðveldlega sagt þér hvað þau eru marga torfur sem er einn sínum einn á þetta svæði hérna. Þau bara mæla það út með augunum nánast. Og það þarf í raun og veru að mæta kröfum svona fólks. Við þurfum einhvern veginn að finna leið til þess. Við höfum auðvitað í okkar stefnuskrá meirihlutinn að styðja bakið á barnafjölskyldum. Og við höfum auðvitað forgangsraðað í þeim efnum og sett það sem forgangsatrið að styðja við bakið á þeim með því að hvatagreiðslurnar hækki til barnanna og einnig að barnmargar fjölskyldur fái verulegan afslátt á kostnaði við leikskóla og grunnskóla. Ég held að það sé af hennu góða og stuðla því að það sé hægt að sinna börnunum betur og þau fá í raun og veru meira tækifæri til þess að verða betri borgarar. Ég held að við séum samt á réttri leið en við getum bætt okkur heilmikið í þessu uppeldi öllu saman. Magnea Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir. Ég kem hérna undir fyrsta máli í fundargerð fræðsluráðs þar sem fjallað um sumarleyfi í leikskóla og ég verð að játa að ég hef mjög miklar áhyggjur af því að leikskólarnir muni allir loka
í Reykjanesbæ í 3 vikur á sama tíma. Það svona eins og við séum ekki neinni tengingu við atvinnulífið, við samfélagið eins og í dag. Ég held að þurfum með einhverjum hætti að endurskoða þessa ákvörðun. Ef það tekst ekki núna þá allavega fyrir 2018 og ég veit nú ekki á hvaða tímapunkti var, sennilega eftir stofnun leikskólana að þeir skuli loka orlofstímabilið almennt frá 15. september og frá 15. maí og fram í miðjan september og ég nokkuð viss að þeir sem starfa á leikskólum að allavega einhverjir muni kannski fagna frekari sveigjanleika varðandi sitt sumarleyfi. Jafnvel starfsmenn á leikskólum sem eiga til dæmis maka sem að vinna við flug eða annað slíkt. Og það ekki þannig að fyrirtæki hvorki hér á Reykjanesi né annars staðar að þeir loki þarna í nokkura vikur yfir sumarið og slíkt getur að sjálfsögðu skapað bæði erfiðleika og streitu heima fyrir og kannski einmitt fyrir börnin sem eru þá kannski á einhvers konar vergangi yfir sumarið. En það sem mér finnst skipta mestu máli í þessu samhengi að barnið fái sumarleyfi. Í Garðabæ til að mynda sem ekki svona mikið vaktavinnusvæði til dæmis eins og Reykjanesbæ en þar engu að síður býr fólk sem á bara einum almenna vinnumarkaði að þar loka leikskólar ekki. En hins vegar gerð grein fyrir því á heimasvæði Garðabæjar að barni fái 4 vikna samfellt leyfi frá leikskóla og mitt mat svo að við eigum að huga að hagsmunum barnanna í þessu tilfelli og ég held að við gerum það ekki með því að loka leikskólum á sama tíma í Reykjanesbæ. Það bara þetta erfitt staða sem að mun koma upp fyrir fjölskyldur og ég viss að leikskólakennarar hafa líka fullan skilning á því. Og svona rétt í lokin að þá vil ég nota tækifærið og óska nemendum hér í Reykjanesbæ og öllum þeim sem starfa í okkur frábæru skólastjórnendum, fræðsluráði, starfsmönnum fræðsluskrifstofu og öllum þeim sem hafa komið að til hamingju með frábæran árangur. Baldur Guðmundsson. Góðir bæjarfulltrúar og gestir. Það bara aðeins að skerpa á þessu með þorpið. Kristín aðeins gjaldfella þessa hugmynd með að segja að kennarar væru að tala þorpið. Þeir eru að tala ákveðna aðila í þorpinu sem eru bæjarstjórnir. Það alveg klárt. Allt þorpið, það nákvæmlega það sem ég var að tala að það allt samfélagið, það eru foreldrar, það eru menntamálaráðuneytið, það allir sem koma að þessu, allt þorpið. Kennarar voru bara að meina, sveitarstjórnarmenn voru búin að gera upp á bak. Við viljum ekki vera að dvelja í þeirri umræðum, en varðandi staðla og annað, þá vildi ég aðeins koma inn á það, þá einmitt samræðin að tala staðlaráð Íslands, samrænd próf og PISA, þetta eru bara staðlar. Hvað eiga allir að kunna? Það það sem að við erum að eltast við, allir í heiminum séu á sömu blaðsíðu, hvað varðar þekkingu og kunnáttu. Þannig að við viljum náttúrulega vera þar, en við viljum líka gera eitthvað annað, vera skapandi. Þannig nýja námskráin, hún á að vera miklu opnari og það erfiðara. Það erfiðara að vera skapandi. Það miklu þægilegra að geta bara raðað í bóksinni eins og það hefur alltaf gert áður. En þarna í nýri námskrá að vera að gefa meira svigrúm til að svara þörfum allra, til að geta að skólarnir hafa sveigjanleika til að taka inn nýjar hugmyndir, verið skapandi og búið til skapandi einstaklinga. Þannig að það sem að mér gekk til með að tala þetta var að við eigum ekki að vera eftirbátar, við erum búin að sýna það að við getum tekið frumkvæði í svona málum og við eigum líka að fylgja þessu bara eftir með því að byggja upp skólana inn í nýja framtíð. Það var punkturinn hjá mér.
Guðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langaði bara aðeins að koma inn í þessu umræðu örstutt. Það kom að byrja kannski að þakka því fyrir mjög góða umræðu. Það er ánægilegt að vita og heyra að fólk hefur mikinn áhuga á þessu málum. Virkilega gaman að heyra það og hvað menn eru framsýnir og velta fyrir sér hlutum langt inn í framtíð. Opnun leikskóla er alltaf verið erfitt mál og sitt sýnist hverjum. Og menn hafa talað um lengri opnunartíma og vaktavinnu fólk og þetta hefur lengi verið umræðinu, við vitum það. En það hefur nú verið samt þannig að það hafi ekki verið margir í gegnum ári sem hafa óskað eftir komið sérstakar óskir foreldrar til leikskólana hinga til og ég er þess fullviss að þessi ákvörðun sem tekin var þarna, hún byggist auðvitað á velferð fyrir börnunum fyrst og fremst. Mér finnst svona stundum í þessari umræðu þá kemur svona svo hugsun í minn hug að við séum ennþá að tala um að leikskólinn sé geymsla fyrir börnin og hvað sé gott fyrir fyrirtækina því að mamma og pappa er að vinna. Og ég veit það upp að var skólinn geymsla. Þannig var það á 18. öldinni og þannig byrjuðu skólanir á mörgu leyti. Og ég hræðist alltaf það þegar við erum farin að breyta leikskólunum í takt við þarfir foreldrana og þarfir fyrirtækjana. Ég er mjög hræddur við þá hugsun og til frekar að við erum að horfa á þetta frá hinni hliðinni eins og við erum að gera kannski meira í grunnskólanum, hvað er gott fyrir börnin okkar, hvað getum við gert betra fyrir þau. Ég legg þetta nú svona fram en vildi gjarnan nefna það að við sögðum frá því síðastu bæjarstjórnarfundi að ég ásamt bæjarstjóra og fræðslustjóra og starfsmannastjóra fórum í heimsókn í grunnskólan og tölum við þetta kennarana. Við fórum í 6 skóla og það var tekið mjög vel á móti okkur. Líka ljóst að andinn er misjafn í skólanum og þá er ekki að segja þessi vondir í einum skóla og góður í hinum, heldur er andinn misjafn. Og hver skóli hefur sína menningu og er það bara gott. En við lögðum alla áherslu á það í þessu að bera góða kveðju frá bæjarstjórn og að bæjarstjórn væri staðið samhent á bak við fræðslumálin og við starfsmenn skólana. Og ég held að væri kannski sniðugt út af þessari umræðu sem hér hefur komið fram leikskólana að við tækjum sama spjall, sama samtal aðeins við leikskólakennarana þessi mál, hvernig við að hugsa til framtíðar, fara út fyrir sandkassan eins og Baldur nefnir. Við ættum kannski að taka þessu umræðu þar líka og sjá hvernig við getum horft til framtíðar og svo mögum við náttúrulega ekki gleyma hinum hlutanum í leikskólanum og það eru foreldrarnir að heyra hvað þeim finnst. Ég held að þetta væri bara þetta sniðugt á nýja ári að taka þetta samtal við bæði leikskóla og grunnskólan. Við ætlum í grunnskólan og ég legg til að við gerum það sama við leikskólan. En takk fyrir góð umræðu. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, ég tek undir það, þakka fyrir góð umræðu og reyndar þakka fyrir Jónu fyrir að koma með svona annan vinkil hérna inn í umræðuna heldur en við höfum verið nokkuð sammála en mig langar aðeins að ræða það einmitt með leikskólana og fyrir hverja þeir eru. Sko leikskólanir að mínu mati eiginlega forsendan og góður árangur og gott starf í leikskólanum eru forsendan fyrir því sem við erum að sjá núna inn í grunnskólanum. Þeim árangri sem við erum að sjá inn í grunnskólanum. Vegna þess að það eru svo mikilvægar áherslur í leikskólum Reykjanesbæjar sem einmitt byrja að undirbúa börnin til dæmis fyrir lestur en þetta er allt gert í gegnum leik og það er hvergi verið að slá af að þetta er leikur. En það vill svo til þegar við segjum að það ekki vera að hugsa um hagsmuni fyrirtækjana að leikskóli er opinn á opnunartíma eða með þann opnunartíma þegar fyrirtækin er í gangi og foreldrar eru í vinnu. Það er nú ekki flóknara. Þannig að þegar foreldri fer í vinnu þá fer með barnið í leikskólan og þegar það kemur úr vinnu þá sækir það barnið sitt. Og þarna erum við í raun bara að þjóna svona iðnbyltingunni og því samfélagi sem kemur til út úr því.
Nú erum við að ræða hér að við erum með aðeins breytt samfélag. Við erum með samfélag þar sem er mikil vaktavinna. Og það getur verið að foreldrar þurfa að fara klukkan 6 á morgnana, þeir komi á öðrum tíma, þannig að það hlýtur að vera sjálfsagt og má ekkert snúa því upp í neitt neikvætt að við séum að skoða þann tíma, þann opnunartíma, þó við séum að sinna börnunum jafn vel á þessum tíma eins og við gerum nú. Þannig ég vona að við séum bara opin fyrir því að skoða þennan möguleik og sláum það ekki út á borðinu svo við séum eitthvað að þóknast einhverjum fyrirtækjum eða það sé eitthvað þessi orðið eitthvað vinstri hægri umræðu sko, þetta snýst ekkert það. Við erum alltaf að þjóna hagsmunum barnanna og foreldrana og við erum að skoða á hvaða tímum eru fyrirtækin opin hér á þessu svæði og gætu við mögulega stuðlaða því með því að þau tækju þá meiri þátt í þessu. Þannig að við erum líka að huga að hagkvæmni bæjarfélagsins. Kristinn Jakobsson. Forseti, ég að velta fyrir mig sko, nú hafa bæjarfulltrúar og sjálfstæðismanna við lýst yfir áhyggjum að bara með sumarfrí leikskólana að þeir fullir að það verði bara lokað, sem sagt lokað til dæmis í júlí eða á einhverju ákveðnu tímabili að verði leikskólanum lokað. Þá langar mig að spyrja, er ekki hægt að taka það sama hvað það kostar aukalega við rekstur leikskólanum að hafa bara heilsársopnun, það sé ekki lokað sumarfrí, yfir sumarfrí. Það þarf ekki að vera flókið og ég tek undir með bæjarfulltrúum sjálfstæðismanna að leikskólinn er fyrir börnin en ekki starfsmennina og það er spurning, það þarf þá að ráða fleiri sumarsáleysingaststarfsmenn og lokunin eða opnunin og yfir þessar 3 vikur sem tilstendur að loka, hún ætti ekki að vera svo mjög íþyngjandi fyrir bæjarfélagið, en spurning hvort að þessi kostnaður er uppi eða er þetta nálgast hann mjög fljótlega? Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég veit nú kannski aðeins leiðrétta það menn haldi það að ég sé að tala um þessi mál frá vinstri eða hægri, ég kannast ekki við það, eða út frá einhverju neikvæðinu, ég kannast heldur ekki við það. Ég velti aftur á móti fyrir mér að stundum er ekki allt sem sýnist og þess vegna vil ég taka þetta samtal og sem ég vil taka við starfsmenn og vil taka við foreldra, að við ræðum þessi mál, veltum þessu öllu upp. Ég ætla ekki að segja fyrirfram nei við einhverju, ég er ekki að gera það, en Kristinn bæjarfulltrúi nefndi hérna að hann sé sammála sjálfstæðismönnum það að skólinn er fyrir börn en ekki starfsmenn. Ég held ekki að starfsmenn sitji og velti fyrir sér hvað er best fyrir þá en ekki fyrir börnin. Ég vil alls ekki trúa því. Það er sami kennan okkar í grunnskólanum. Ég held að við séum flest að hugsa hvað er best fyrir börnin okkar, hvort sem sé leika í grunnskóla. Nú, ég hræðist til að mynda það að þegar við förum að, nú ætla ég ekki að vera neikvæður, en ég hræðist aldrei það þegar við erum fara með börnin okkar í leikskóla klukkan 6 á mótana. Eða klukkan 6 á kvöldina því að mamma eða pappi er í vaktafinu. Það þarf bara að snúa hlutunum dálítið öðruvísi og kannski er hentur að ekki báðir aðilar sé í vaktafinu. Við erum farin að snúa ansi miklu ef við ætlum að fara með börnin svona stemma í leikskóla. Það er alveg ljóst. Og þá þurfum við kannski að gera þetta eins og Spánverjarnir að leggja okkur frá 2 til 4 yfir daginn til þess að ná eðlilegu nætursvefni. Ég legg til eindregið að við tökum þessa umræðu og ég vil taka undir orð Baldurs hérna áðan að við séum að horfa til framtíðar, sýna forust í þessu og vera vakandi yfir öllu og þá má ekki taka því sem ég segi að ég kannski ekki alveg á sömu línu að það sé einhver vinstri hægri pólitík eða neikvæðni, ég er bara að opna sangasann, þannig að höldum því áfram. Takk. Agnes Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil fagna þessari umræðu og bara til að ítreka að auðvitað erum við alla að hugsa hag barnanna og þess vegna nefndi ég líka sérstaklega áðan að
Það sem ég veist áhugavert til dæmis á Garðabæ að þar verða börnin að fá 4 vikna frí frá sem sagt, leikskólan og þeim þykir það örugglega gott rétt eins og okkur þykir fínt að fá frí frá vinnunni í nokkra vikur. Og mér fannst ágætis innlegg hjá bæjarfulltrúa Kristni Jakobssyni varðandi það að gera úttekt á því hver kostnaðurinn er við að halda leikskólanum opnum og ég held að við getum horft einmitt á þetta verkefni út frá því að ef við tökum HSS til dæmis til samanburðar að þá eru starfsmenn að fara í sumarleyfi á tímabilinu 15. maí og fram í miðjan september eftir að hvað hentar hverjum og einum. Þannig að það er ekki þannig að þurfa að fylla einhverja vikur með sem sagt, sumar aflýsingafólki eingöngu og einhverju börn eru líka þá væntanlega í sumarfríi á sama tíma og ákveðnir starfsmenn. Þannig að svo vil ég líka fagna innleggi Friðjóns Einarssonar að varðandi það að fara í gott samtal við starfsfólk leikskólana og foreldra og ég held reyndar að við gætum jafnvel gengið skrefinu lengra vegna þess að við erum vissulega hugað til framtíðar þannig að samfélagið okkar þróist á þann hátt sem við viljum og er best fyrir okkur að gera jafnvel könnun á meðal foreldra hvað hentar foreldrinu best svo getur vel verið að niðurstaðan sé bara svo að það henti öllum langt best að vera í frí á 3-4 vikna tímabili. Það getur bara vel verið að það verði niðurstaðan. En ég einmitt að því að formaður Fræðsluráðs er hérna í salnum að þá spurði ég hann að því hvort að ég skildi það rétt að það væru þó allir leikskólar í Reykjanesbæ sem að lokuðu á 3 vikna tímabili í sumar og eftir sem mér skilst ég þá er það raunin. Það eru 3 vikur í sumar þar sem allir leikskóla loka. Er það ekki rétt? Nei. Hafa þetta 6 vikna glugga til þess að loka og þetta verður gert eins og ég skil 2 hálfum. Við skulum gefa bæjarstjóra orðið. Já, en bæjarstjóri skýrir það bara en allavega þá erum við að horfa til framtíðar og við skulum hlusta á sjónarmið foreldra en auðvitað alltaf með börnin í fyrirrúmi og hagsmuni þeirra. Ég sýnist nú að þessi umræði sem komin á leiðarenda, ég ætla að gefa bæjarstjóra orðið í restina. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er ekki, eins og kemur fram í fundargerðinni, þá er verið að tala um þetta í 2 gluggum, sem sagt 2 3 vikna gluggum. Þannig að það loka ekki allir skólarnir á sama tíma í 3 vikur, heldur hafa þeir hérna valum 2. Þetta eru 3 gluggar í dag og mér skilst að hugmyndafræðin sé svo og hafi verið svo að gefa foreldrum kost á að færa börnin sín á milli leikskóla ef að það rekst saman fríi þeirra og ef þau ná ekki að vera akkurat í fríi þeirra leikskóli er í fríi að þau sé ekki í sumarfríi á sama tíma og þá á að hafa verið opið fyrir þann möguleika að þau geti þá sett barnið sitt í annan leikskóla tímabundið á meðan en mér samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef þá var ekkert slíkt tilfelli í fyrra sumar eða nú í sumar. Það var ekkert foreldri sem að lenti í vandræðum eða þurfti að koma barninu sínu fyrir í öðrum leikskóla. En það er sjálfsagt að fara yfir þetta og ég veit að Alexander formaður Fræðsluráðs er að hlusta á umræðurnar og ég gerir ráð fyrir að Helgi og þau fái þessi skilaboð og muni þá fara yfir þetta. Og mér finnst alveg sjálfsagt að líka að við skoðum þetta Garðabæjarmódel sem að Kristín var hér að nefna að við könnum kostnaði við það að halda leikskólanum opnum allt sumarið en bendi jafnframt á að það er nú oft, þessi tími er mjög oft notað líka til viðhalds, húsnæðis og lóðar og framkvæmd og svona á sama tíma. Þannig að menn hafa nú kannski viljað loka bara þess vegna líka til að geta farið inn þá með einhver tæki og tól eða vélar inn á svæðin og hugaði því. En það er eitt sem mér láðist að geta hér í sambandi við Menntamálastofnun áðan að það kom líka fram á þessu fundi okkar í dag og samtali að Menntamálastofnun er að svona í framhaldi kannski af þessari umræðu að alltaf 3/3 grunnskólanemenda og þá sérstaklega drengja geti ekki lesið sér til gagns þegar þau útskrifast úr grunnskóla og það er áhyggjur sem að við og foreldrar og menntamálayfirvöld hafa af því þeirri staðreynd að þá vilja menn setja aukna áherslu á lestur eins og við höfum verið að gera hér og
Í því skyni að þá verið að þróa núna tæki eða tól, svona skimunartól sem á að leggja fyrir alla árganga 3 sinnum á ári. Það er að segja hausti og svo í janúar og aftur á vori, og skólum frjálst að ákveða hvort þeir taki þátt í þessu skimunarprófi og þetta eru allir árgangar. En það hefur verið þannig að lestur hefur fyrst og fremst verið kenndur sem sérstakt fag í 1. til 4. bekkjar, eða frá 1. bekk og í 4. bekk. Síðan hefur kannski nemendum verið svolítið ætlað að bæta lestrarkunnáttu og færni sína á eigin forsendum með lestri annars konar efnis og bóka og lestrakennslu sem slík hægt. En við þetta þá hefur svolítið botninn dottið úr og það eru dæmi það að nemendur hafi ekki tekið neinum framförum í lestri frá því að lestrakennslu lauk í 4. bekk og þar til þau eru bara orðin fullorðin. Og það kom fram í máli Gylfa Jóns í dag að það vitað að það eru árgangar á leiðinni sem eru konum mjög langt í grunnskólum á landinu sem eru bara varla læsir. Og þeirra bíða gríðarleg vandræði í framhaldsskólum eða í framhaldsskóla eða bara fást við lífið og tilveruna verandi ekki læs og geta ekki lesið sér til gagns eða skilið flókinn texta eða pælt í gegnum hluti. Þannig að Menntamálastofnun ætlar að bjóða upp á þetta, þessa 3 glugga, hausti, janúar og vori, og það munu allir grunnskólar Reykjanesbæjar vera búin að samþykkja það ákveða það að taka þátt í þessari könnun alla leið í gegn. Þannig að 1. glugginn núna í janúar, þá fáum við einhverja niðurstöður og þá hafa menn þá fram á vorið til þess að vinna áfram með þær og bæta. Og ég ítreka að þetta eru allir árgangar frá 1. upp í 10. bekk. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá það. En síðan út af þessari iPad-umræðu þá var mér nú hugsað ágætu bæjarfulltrúar til þess að það ekki margir bæjarstjórnarfundir síðan að stór hluti bæjarfulltrúar misti af fundunum því að hann var svo snöggur og menn voru enn að opna iPad-ana sína þegar var eiginlega búið að renna hér í gegnum stóran hluta fundagerðunum. Og kannski að bæjarfulltrúar framtíðarinnar verði leiknari á tölvurnar þegar það kemur og geti þá fylgst með. Já, svo eru menn jafnvel ekki með það og með þetta í símanum allavega, þannig að þetta kannski ekki einfalt en mér datt þetta bara svona í hug þegar við vorum að ræða þetta. Takk fyrir þetta, herra bæjarstjóri. Það ekki fleiri sem hafa hvað sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundið gegn fræðsluráðs, að gefa merki. Hún samþykkt 11:0 og þá komið að síðasta lið þessa fundar. En áður en við ráðumst í hann og að því að við erum búin að sitja hérna í tæpa 2 tíma þá ætla forseti að taka sér það leyfi að taka 5 mínútna hlé áður en við förum í umræðu fjárhagsáætlun.
Ágætu bæjarfulltrúar, þá verður fundi framhaldið og við tökum fyrir síðasta lið á dagskrá sem er fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlegra Reykjanesstofnana 2017 til 2020 og fyrstu tekur til máls bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú eru hér lagðar fram til annarar og síðari umræðu fjárheimildir næsta árs 2017 ásamt 3 ára áætlun 2018, 19 og 20. Nokkra breytingar hafa verið gerðar á áætluninni síðan hún var lögð fram til fyrri umræðu þann 1. nóvember síðastliðinn. En þær helstu eru að ákveðið hefur verið að hafa áætlunina til 4 ára en ekki 6 eins og upphaflega stóð til. Ástæðan er sú að þessi áætlun er ekki endanleg útgáfa nýrrar aðlögunaráætlunar þar sem endurskipulagningu efnahags Reykjanesbæjar er ekki að fullu lokið en vonir standa til að hægt verði að leggja fram slíka áætlun í byrjun næsta árs. Önnur breyting er sú að nú liggja skilmálar samkomulags við lánveitendur eignarhaldsfélagsins Fasteignar ehf. Fyrir sem er gríðarlega mikilvægt og stórt skref í endurskipulagningu efnahags Reykjanesbæjar. Því miður náðist ekki að ljúka samskonar samkomulagi við kröfuhafa Reykjaneshafnar í tæka tíð en áfram verður unnið að endurskipulagningu efnahags Reykjaneshafnar á nýju ári. Miðað við þessa forsendur og margar fleiri sem ekki verða raktar hér en fylgja áætluninni og í sérstöku forsenduskjali sem lagt hefur verið fram í bæjarráði og í bæjarstjórn, er allt útlit fyrir okkur muni takast að setja fram nýja raunhæfa aðlögunaráætlun í byrjun næsta árs sem sýnir hvernig við ætlum að komast undir 150% skuldaviðmið sveitarstjórnarlaga fyrir árslok 2022. Leið og það gerist verður ekki lengur þörf á að sveitarfélagið óski skipan sérstakrar fjárhaldsstjórnar á vegum innanríkisráðherra og bjartari tímar því framundan. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka bæjarfulltrúum, stjórnendum, öllum starfsmönnum, ráðgjöfum og öðrum sem komið hafa þessari vinnu fyrir gott og árangursríkt samstarf. Það sem einkenni þá áætlun sem nú er lögð fram er mikil aukning í tekjum, meðal annars vegna bætts atvinnuástands og fjölgunar íbúa, en leið mikið aðhald og ægi í útgjöldum. Þannig tekst okkur að auka framleiðina og nýta ávinninginn af auknum tekjum. Ég myndi segja að það væri þrennt sem einkenndi þessa áætlun, það er aukning í tekjum, ægi og aðhald í útgjöldum og mikil og góð samvinna nútímaleg vinnubrögð, sem meðal annars birtast í fyrirhugðum breytingum á rekstrarfyrirkomulagi félagslega húsnæðiskerfisins í takt við ný lög almennar íbúðir sem samþykkt voru á Alþingi síðastliðinn vetur. Reykjanesbær er í forystu þeirra vinnu og bíða nokkur önnur sveitarfélög eftir að við ljúkum henni með stofnun húsnæði sjálfseignarstofnunar í samvinnu við Íbúðalánasjóð svo að þau geti fetað sama veg. Annað sem vert er að taka fram er að með þessari fjárhagsáætlun næst að uppfylla svokallaða jafnvægisreglu fjármálareglna sveitarstjórnarlaga sem gerir þá kröfu að samanlögð rekstrarniðurstaða á hverju 3 ára tímabili skuli vera jákvæð. Þannig er áætluð samanlögð rekstrarniðurstaða samstæðu A- og B-hluta Reykjanesbæjar 2015, 16 og 17 jákvæð 438 milljónir, 2016, 17 og 18 638 milljónir og 2017, 18 og 19 113 milljónir samkvæmt þessari áætlun. Að öðru leyti byggist þessi fjárhagsáætlun á þeim aðgerðum sem gripið var til í kjölfar þess að sókninni áætlun úrbætur í fjármálum Reykjanesbæjar var hrint af stað haustið 2014. Gert er ráð fyrir áframhaldandi sérstöku álagi og útsvar í 1 ár í viðbót en frá og með 1. janúar 2018 ætti ekki að vera þörf á slíku. Gert er ráð fyrir að framleiður grunnrekstri sveitarfélagsins verði 12% og aðeins ráðist í allra nauðsynlegustu fjárfestingar í nýjum innviðum. Þannig er undirbúningur byggingar nýs grunnskóla í Dalshverfi í Njarðvík kominn á fulla ferð og gert ráð fyrir að fyrsti áfangi hans verði tekinn í notkun haustið 2018. Á meðan verður fjölgun skólabarna í hverfinu mætt með lausum kennslustofum. Önnur áhugaverð atriði sem rétt er að nefna frekari stækkun Háaleitiskóla sem fer þannig fram að kennslustofur sem ekki hafa verið í notkun frá því að herinn fór hafa verið uppfærðar og teknar í notkun fyrir unglingastigið. Húsgögn í grunnskólum hafa verið endurnýjuð að hluta og aðstaða á skólalóðum bætt.
Áfram verður unnið að fjölgun leikskólaplássa, systkinaafsláttur látin gilda á milli skólastiga og sálfræðiþjónusta við grunnskólanemendur verður efld. Í velferðarmálum gert ráð fyrir auknum stuðningi við íbúa í viðkvæmri stöðu, svo sem börn, fólk sem glímir við geðraskanir og fólk með fötlun. Aukin áhersla verður lögð á forvarnir og lýðheilsu og að efla gæði í þjónustu. Í íþrótta- og tómstundamálum hafa hvatagreiðslur verið hækkaðar í krónu 21.000 per barn en voru 7.000 krónur í upphafi kjörtímabils. Auk þess verður hugað að úrbótum og aðstöðu í íþróttamannvirkjum Reykjanesbæjar, svo sem í Bardagahúsinu við Iðavelli, aðstaða til upphitunar, styrktar og teygjuæfinga Sundfóls IRB, auk þess sem klukkur í keppnishúsum í Keflavík og Njarðvík verða endurnýjaðar. Í umhverfis- og skipulagsmálum verður áfram unnið að nauðsynlegu viðhaldi fasteigna, opinna svæða og gatnakerfis. Þar vil ég nefna sérstaklega löngu tímabæra framkvæmdir við endurnýjun efri hluta Borgarvegs í Njarðvík, vestan Njarðarbrautar. Auk þess verður áfram unnið að útskiptingu hefðbundinnar lýsingar fyrir LED-ljós. Nokkur vinna hefur verið lögð í viðgerðir og uppbyggingu gamalla húsa á Dústorfu og verður þeirri vinnu haldið áfram. Endurskoða aðalskipulag Reykjanesbæjar mun taka gildi á vormánuðum og gera má ráð fyrir talsverðri uppbyggingu og nýju íbúðarhúsnæði bæði í þegar tilbúnum götum og hverfum sem og nýjum. Aðrar helstu forsendur fjárhagsáætlunar 2017-2020 eru eftirfarandi. Eignarhaldsfélagið Fasteign, sem nú er alfarið í eigu Reykjanesbæjar, verður tekið inn í samstæðuna í fyrsta sinn. Áætlað er að íbúafjöldi sé 16.300 nú í árslok 2016 og íbúaþróun verði 1,6% milli ára að meðaltali og haldist þannig út tímabilið. Á árinu 2017 verður útsvarsprósenta 15,05% en frá og með 1. janúar 2018 verður útsvarsprósentan aftur 14,52 eins og hún var út árið 2014 og helst þannig út tímabilið. Reiknaði með launavísitölu inn í útsvarið frá árinu 2018. Framlög jöfnunarsjóðs eru tengd neysluvísitölu frá árinu 2018. Framlög jöfnunarsjóðs eru áætluð 2.150 milljónir króna árið 2017. Fasteignaskattur verður tengdur neysluvísitölu frá árinu 2018. Lóðarleiga verður tengd neysluvísitölu frá árinu 2018. Aðrar tekjur verða tengdar neysluvísitölu frá árinu 2018. Laun og launatengd gjöld verða tengd launavísitölu frá árinu 2018. Lán eru reiknuð eftir neysluvísitölu samkvæmt nýjustu þjóðhagsspá. Vextir eru reiknaðir eftir gildandi lánasamningum haustið 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa. Gert er ráð fyrir að fjármagn vegna nýframkvæmda verði 300 milljónir króna og er þar af ófyrirséð 95 milljónir króna. Jafnframt er gert ráð fyrir að árinu 2017 verði leikskólaplássum fjölgað. Og gert er ráð fyrir byggingu fyrsta áfanga grunnskóla árið 2018 og öðrum áfanga árið 2019. Og ef við kíkjum á helstu lykiltölur að rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs, A-hluta bæjarsjóðs verður neikvæð 187 milljónir en rekstrarniðurstaða samstæða og B-hluta jákvæð 386 milljónir árið 2017. Framlegð A-hluta bæjarsjóðs er áætluð 12% og framlegð samstæðu 21% árið 2017. Eignir A-hluta bæjarsjóðs í árslok 2017 eru áætlaðar 24,5 milljarðar og eignir samstæðu í lok árs eru áætlaðar 45,8 milljarðar. Skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs í árslok 2017 eru áætlaðar 21,3 milljarður og skuldir og skuldbindingar samstæðu árið 2017 eru áætlaðar 39 milljarðar. Veltufé frá rekstri 2017 ef við förum í sjóðstreymið. Í bæjarsjóði eru áætlaðar 10,5% eða 1348 milljónir og í samstæðunni 80,2% eða 3.527 milljónir króna. Veltufjárhlutfall bæjarsjóðs árið 2017 er 0,32 og veltufjárhlutfall samstæðu árið 2017 er 0,5. Eigið fé bæjarsjóðs í árslok 2017 er áætlað 3,2 milljarðar og eigið fé samstæðu 6,8 milljarðar króna að teknu tilliti til hlutdeildar minnihluta í eigin fé.
Eiginfjárhlutfall bæjarsjóðs árið 2017 er áætlað 13,1% og eiginfjárhlutfall samstæðu 14,9%. Skuldahlutfall bæjarsjóðs árið 2017 er áætlað 166,2% og skuldahlutfall samstæðu 201,2%. Skuldaviðmið bæjarsjóðs í árslok 2017 er áætlað 152,5% og skuldaviðmið samstæðu í árslok 2017 er áætlað 182,9%. Ef við flettum í gegnum áætlunina sjálfa eru nokkur atriði sem rétt er að taka fram. Og þá ætla ég fyrst að fara með leyfi forseta hérna í samantekna áætlunina fyrir A og B hluta, samstæðu A og B hluta. Að tekjur hækka 1 milljarð á milli ára og tæpa 2 milljarða frá 2015. Þar munar mest hærri skatttekjur en eigna- og þjónustutekjur lækka vegna breytinga á húsaleigubótakerfinu. Almennar húsaleigubætur færast nú yfir til Vinnumálastofnunar en sérstakar húsaleigubætur verða áfram á ábyrgð sveitarfélaga. Gjaldaliðurinn hækkar 1300 milljónir og munar þar mest 700 milljón króna hækkun launa og launatengdra gjalda en auk áður samþykktra launahækkana er gert ráð fyrir nýsamþykktri launahækkun grunnskólakennara í þessum tölum. Hækkun lífeyrisskuldbindinga er 100 milljóna krónur lægri en áður sem skýrist af því að þá var verið að færa lífeyrisskuldbindingar frá HS Orku yfir á HS Veitur sem og breytingar sem tengdust tilfærslu skuldbindinga til sveitarfélagsins við stofnun Brunavarna Suðurnesja byggðasamlags. Í fastafjármunum efnahagsreiknings lækka fastafjármunum verulega á milli 2015 og 2016 sem skýrist af fyrirhuguðum breytingum á fasteignum Reykjanesbæjar í húsnæði sjálfseignarstofnun. Breyting á leigueignum tengist samningum við kröfuhafa eignarhaldsfélagsins fasteignar en í þeim er gert ráð fyrir skiptingu félagsins í 2 eignasöfn, F1 og F2 og hefur skemmri leigusamningur eignin þess síðara þessi áhrif. Ekkert sérstakt er í sjóðstreymi samstæðuna sem að vert eða ég vil fara yfir hér en skuldahlið efnahagsins. En í skuldahlið efnahagsins er gert ráð fyrir auknum skuldum við lánastofnanir tæpa 8 milljarða króna, meðal annars vegna þess að F1 sem eignarhaldsfélagi fasteign, þetta F1 félagið komið inn í samstæðuna með eignum og skuldum. Helstu lykiltölur skuldaviðmið samstæðunar fellur við þessar aðgerðir úr 230% árið 2015 í 183% árið 2017 en hækka svo lítilega aftur 2018 vegna fjármögnunar nýs skóla og annarra framkvæmda. Nú, ef við skoðum sveitarsjóð eða bæjarsjóð A-hluta eingöngu, hækkun tekna hefur þegar verið skýrð í samstæðunni. Hækkun lífeyrisskuldbindinga inniheldur ca. 140 milljóna króna varúðarframlag sem kemur okkur til góða ef samkomulag næst lífeyrisskuldbindingar og þessi lífeyrissjóðsmál á þinginu. Fjármunagjöld hækka talsvert í samstæðunni og munar það mest fjármagnsliði HS Veitna. Kennarasamningar eru komnir inn eins og þegar hefur komið fram og í efnahagsreikningi A-hluta má skýra minnkun eigna 900 milljónir með sölu eigna fyrst og fremst. Í sjóðstreymi A-hluta er rétt að hafa í huga að gert er ráð fyrir að bæjarsjóður yfirtæki lán sem nú er í höfninni frá lánasjóði sveitarfélaga og svo breytingar á fasteign eins og áður hefur verið getið. Í yfirliti yfir helstu lykiltölur A-hluta er gert ráð fyrir 12% framlegð árið 2017 sem minnkar svo aftur þegar bygging og rekstur nýs grunnskóla og fjölgun leikskólaplássa fer að segja til sín árið 2018. Nú að lokum að þá erum við Þórey E. Guðmundsdóttir sviðsstjóri fjármálasviðs hér og hún er hér með okkur í salnum og við erum tilbúin til þess að ræða einstök atriði að svara spurningum ef einhverjar eru. Árni Sigfússon hefur beðið orðið. Virðulegi forseti, ég þakka bæjarstjóra Kjartani Má fyrir greinargóðar upplýsingar. Vil ég bara þakka bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf þessa fjárhagsáætlun og sérstaklega bæjarstjóra og starfsfólki hans og fjármálastjóra, starfsfólki hennar fyrir mjög góða vinnu
Ég vil nú lesa upp bókun okkar sjálfstæðismanna við samþykkt þessara fjárhagsáætlunar. Hún hljóðar svo með leyfi forseta. Í Reykjanesbæ fjölgar íbúum hlutfallslega mest á landinu. Skjótt skipast veður í lofti í sveitarfélagi sem glímdi við alvarleg áhrif af brotthvarfi varnarliðsins þegar 1100 Íslendingar mistu vinnu í undanfara efnahagshrunsins blasa nú við ný og fjölbreytt atvinnutækifæri. Bærinn hefur byggt upp innviði sem geta tekið við miklum fjölda starfa og íbúa. Með markvísri vinnu á síðustu 10 árum sáum við frammistöðu grunnskóla einnig sigla úr því að vera í hópi hinna lökustu á landinu í hóp þeirra bestu. Uppbygging menntunar, barnaverndar, menningar, íþrótta og þjónustu í þágu eldri borgara var áhersluefni sem styrkti bæjarbúa á erfiðum tímum. Flestum forystuverkefnum okkar í þágu íþrótta og forvarna barna hefur verið haldið áfram leið og nú góð framlegð af rekstri bæjarsjóðs þar sem tekjur hafa vaxið vel á 3 milljarð króna á 3 árum. Á sama tíma hefur vel tekist til við að halda kostnaði í skefjum og gæta aðhalds í rekstri sveitafélagsins. Bjartir tímar virðast vera framundan með allar spár aukningu í flugþjónustu á Keflavíkurflugvelli og ný atvinnuverkefni eins og rafræn gagnaver, kísilver, líftækniiðnað og menntun til starfa meðal annars í gegnum Keili. En aðstæður geta breyst hratt og því mikilvægt að viðhalda fjölbreytni í atvinnugerðum, hafa atvinnustóðurnar margar og ólíkar. Áherslur okkar sjálfstæðismanna fyrir þessa fjárhagsáætlun voru í þágu barna og að verja þann árangur sem náðst hefur í menntun barna okkar. Það ánægjulegt að þær ábendingar náðist full samstaða svo og fjárhagsáætlunina í heild. Það var einnig ánægjulegt að sjá að athugasemdir okkar sjálfstæðismanna vegna síðustu langtíma áætlunar í fjármálum hafa nánast allar verið tekna til greina og grunnar útsvarstekna og fasteignaskatta leiðréttir til samræmis. Rekstraryfirlit fyrstu mánaða 2016 benda þó til að tekjur séu jafnvel að aukast enn meira. Þá teljum við jafnframt að áætlanir meirihlutans íbúafjölgun séu nokkuð undir líklegri þróun á næstu árum sem mun bæði hækka tekjur og útgjöld frá núverandi áætlun en leið lækka skulda viðmið hraðar en settir fram í núverandi áætlun. Eftir langt ferli hefur tekist að ná fram ákveðnum breytingum á eignarhaldsfélaginu Fasteign sem gefur sveitarfélaginu aukið svigrúm og tíma til að sýna fram á að vel sé undan á skulda viðmiðum innan lögbundinna marka fyrir árslok 2022. Í svo ört vaxandi samfélagi eins og Reykjanesbær getur vart talist óeðlilegt að sveitarfélagið þurfi að skuldsetja sig til að byggja ný íbúahverfi, stækka og byggja nýja leik- og grunnskóla til að mæta fjölgun íbúa eða undirbúa nýja atvinnusvæði. Allt eru þetta þekkt verkefni frá síðustu árum og áratugum. Samkomulagið felur ekki í sér niðurfellingu skulda eins og stefnt hafði verið heldur breytingu á núverandi leigusamningum og sölu eigna. Því miður hefur enn ekki tekist að ljúka samningum við kröfuhafa Reykjaneshafnar vegna undirstöðuframkvæmda við Helguvíkurhöfn og verulegra hækkana skulda bæjarins í kjölfar hrunsins, þegar flest sveitarfélög hafa lokið við slíka samninga. Vonast til að samningalota sem tekið hefur nærfellt 3 ár skili fljótlega ásættanlegri niðurstöðu fyrir bæjarfélagið og munu sjálfstæðismenn ekki láta sitt eftir liggja til að þau mál leysist farsællega. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár gerir ráð fyrir að það sé síðasta árið sem aukaútsvar lagt á bæjarbúa. Áætlunin byggir á að tekjur aukist verulega vegna fjölgunar íbúa. Það sem af kjörtímabili hefur lítið þurft að fjárfesta í uppbyggingu innviða þrátt fyrir mikla íbúafjölgun en þó verður ekki lengur tekið við nýjum íbúum á grundvelli fyrri framkvæmda. Nýr leikskóli 2017 og framkvæmdir við nýjan grunnskóla 2018-19 eru því nauðsynlegar. Reykjanesbær fjölmenningarlegt samfélag þar sem hátt hlutfall íbúa af erlendu bergi brotið. Skólasamfélagið þarf áfram að standa með börnunum og gera þeim fært að standa jafnvætis íslensku mælandi börnum til framtíðar. Á næsta ári á að hafa gengið í gegn sala á eignum varnarliðsins sem skilar ríkinu 10 milljörðum króna í hagnað. Reykjanesbær lagði mikið í sölurnar til að standa með samfélaginu á mjög erfiðum tíma til að mæta miklu atvinnuleysi, uppbygginguna að Ásbrú með leikskólum, grunnskóla og bættu umhverfi gatna og göngustíga. Við gerum kröfu að þessi hreini hagnaður ríkisins fari í uppbyggingu innviða hér á svæðinu, samgöngukerfis á milli Ásbrúar og annarra bæjarhluta, tvöföldun Reykjanesbrautar og almenna styrkingu innviða, svo sem heilsugæslu og löggæslu vegna örrar atvinnu og farþega þróunar á Keflavíkurflugvelli. Og undir þetta rita bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.
Gunnar Þórhallsson hefur beðið um orðið. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og bæjarstjóri. Ég er hér með bókun meirihluta bæjarstjórnar vegna fjárhagsáætlunar 2017 til 2022 en undir 2020 fyrir ekki við. Undir þetta hafa ritað allir bæjarfulltrúar meirihlutans. Gunnar Þórarinsson, Davíð Páll Viðarsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Friðjón Einarsson og Guðbrandur Einarsson. Í kjölfar sveitarstjórnarkosninga 2014 var myndaður nýr meirihluti, beinnar leiðar, frjálsafls og samfylkingar og óháðra. Helsta markmið meirihlutans var að ná tökum á fjármálum sveitarfélagsins sem þá voru komin í óefni en leið að verja grunnþjónustuna og hagsmuni barnafjölskyldna. Jafnframt var lögð áhersla á að stuðla að fjölbreyttu og öflugu atvinnulífi með það að markmið að draga úr atvinnuleysi og fjölga vel launuðum störfum. Skuldaviðmið sveitarfélagsins var það hæsta á landinu, eða 249% í árslok 2013. Svokölluð aðlögunaráætlun sem sýndi hvernig sveitarfélagið ætlaði að komast undir 150% skuldaviðmið fyrir lok árs 2022 og bæjaryfirvöld höfðu skilað inn til innanríkisráðuneytisins árið 2013 hafði ekki gengið eftir. Staðan fór versnandi og skuldaviðmiðið hækkaði í stað þess að lækka. Framlegð úr venjubundnum rekstri dugði ekki fyrir fjármagnsgjöldum, afskriftum, nýjum fjárfestingum eða viðhaldi. Með þeim afleiðingum að skuldir héldu áfram að aukast. Sóknin. Frá því að núverandi meirihluti tók við eftir sveitarstjórnarkosningarnar í maí 2014 hefur allt kapp verið lagt á það að ná tökum á fjármálum Reykjanesbæjar. Þann 29. október 2014 var sóknin áætlun hvernig ná mætti tökum á fjármálum Reykjanesbæjar kynnt á almennum íbúafundi í Stapa. Rekstur og stjórnskipulag allra sviða hefur verið endurskoðað með tilliti til hagræðingar og skilvirkni. Einnig hefur atvinnuleysi minnkað þannig að í Reykjanesbæ er atvinnuleysi með því minnsta sem þekkist á Íslandi. Þetta hvorutveggja, aukin atvinnuþátttaka og betri stjórn á útgjaldahliðinni hefur skilað þeim árangri að nú er gert ráð fyrir að grunnrekstur sveitarfélagsins skili 10% framlegð án þess að lögboðin grunnþjónusta sé skert. En markmiðið er að koma rekstrinum í 15% framlegð á næstu árum. Fjármagnsgjöld eru samt enn þungur baggi á sveitarfélaginu og hefur mikil áhersla verið lögð á að ná samkomulagi við stóran hóp kröfuhafa endurskipulagningu með það að markmiði að lækka skuldir og skuldbindingar og þar með fjármagnskostnað. Viðræður þar að lútandi standa enn yfir við kröfuhafa hafnarinnar en samkomulag hefur náðst til stærstu kröfuhafanna, það er lánveitendur eignaðarfélagsins Fasteignar. Gert er ráð fyrir að færa allar eignir og skuldir sem tilheyra lögbundinni starfsemi svo sem skóla og leikskóla og íþróttahús úr eignaðarfélaginu inn í bæjarsjóð. Aðrar eignir sem ekki eru lögbundnar svo sem Hljómahöllin, 88.000 og fleiri, verða áfram inn í eignaðarfélaginu ásamt tilheyrandi skuldum. Aðrar aðgerðir sem ákveðið hefur verið að grípa til er að færa félagslega íbúðakerfið sem í dag er rekið af Fasteignum Reykjanesbæjar ehf. Í sjálfseignarstofnun sem verður að fullu í eigu Reykjanesbæjar eins og heimild er fyrir í nýjum húsnæðislögum. Þar með færist rekstur, skuldir og eignir þess félags út úr reikningum samstæðu Reykjanesbæjar
og leið úr ábyrgð sveitarfélagsins. Til ýmissa fleiri aðgerða hefur verið gripið til þess að ná settum markmiðum að komast undir 150% skuldaviðmið fyrir árslok 2022. Og leið verður bæjaryfirvöldum gert kleift að leggja fram trúverðuga aðlögunaráætlun til eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga eins og lög gera ráð fyrir. Þá einnig rétt að benda á að í 3 ára áætlun 2017-20 næst að uppfylla jafnvægisregluna, það að samanlögð heildarútgjöld á og B-hluta til rekstrar séu á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum. Hvoru tveggja gríðarlega stór áfangi. Ekki til vatn hérna einhvers staðar? Nakk. Útsvar lækkar aftur 2018. Með sérstöku samkomulagi við innanríkisráðherra var Reykjanesbæ veitt sérstök heimild til að leggja auknar álögur á íbúa og var útsvarið hækkað tímabundið úr 14,52% í 15,05%. En samstaða að færa það aftur niður í svokallað hámark eða 14,52% 1. janúar 2018 eða verður það samkvæmt lögum. Hér margt gott að gerast í Reykjanesbæ. Þótt mikils aðhalds hafi verið gætt í rekstri, hefur margt verið gert og svo verður áfram. Í skólamálum undirbúningur hafinn að byggingu nýs grunnskóla í Dalshverfi í innri Njarðvík. Auk þess sem Háaleitisskóli hefur verið stækkaður. Húsgögn í grunnskólum hafa verið endurnýjuð að hluta og aðstaða á skólalóðum bætt. Áfram verður unnið að fjölgun leikskólaplassa, systkinaafsláttur látin gilda milli skólastiga og sálfræðiþjónusta við grunnskólanemendur verður efld. Í velferðarmálum gert ráð fyrir auknum stuðningi við íbúa í viðkvæmri stöðu, svo sem börn og fólk sem glímir við geðraskanir og aðra fötlun. Aukin áhersla verður lögð á forvarnir og lýðheilsu og að bæta þá þjónustu sem veitt er. Í íþrótta- og tómstundamálum hafa hvatagreiðslur verið hækkaðar í krónur 21.000 fyrir hvert barn, en þær voru krónur 7.000 í upphafi kjörtímabils. Auk þess verður ýmis aðstaða í íþróttamannvirkjum Reykjanesbæjar bætt, svo sem í Bardagahúsinu við Viðavelli, aðstaða til uppbytunar og styrktar og teygjaæfinga Sundfólks IRB, auk þess sem klukkur í keppnishúsum í Keflavík og Njarðvíkur endurnýjaðar. Þá hefur golfklúbb í Suðurnesja og bútklúbb í Suðurnesja verið búin góð aðstaða í Íþróttaakademíunni. Í umhverfis- og skipulagsmálum verður áfram unnið að nauðsynlegu viðhaldi fasteigna, opinna svæða og gatnakerfis, auk þess sem áfram verður unnið að útskiptingu hefðbundinna lýsinga fyrir LED-ljós. Nokkur vinna hefur verið lögð í viðgerðir og uppbyggingu gamalla húsa á Dústorfu og verður þeirri vinnu haldið áfram. Fjárheimildir 2017. Í fjárheimildum 2017 gert ráð fyrir auknum tekjum vegna fjölgunar íbúa og betra atvinnuástands. Á móti gert ráð fyrir auknum útgjöldum vegna fjölgunar íbúa en leið áframhaldi ströngu aðhaldi í rekstri. Svo takast með að auka framlegð. Einnig gert ráð fyrir að samningar við kröfuhafa skili nauðsynlegri lækkun fjármagnskostnaðar og samstaða A og B-hluta verði rekið með 385 milljóna króna afgangi. Helstu niðurstöður í fjárheimildum næsta árs 2017 verða eftirfarandi. Rekstrarniðurstaða samstæðu verður jákvæð 385 milljónir, rekstrarniðurstaða A-hluta verður neikvæð 187 milljónir,
Eignir samstæðu 2017 verða 45,8 milljarðar. Eignir bæjarsjóðs í árslok 2017 verða 24,5 milljarðar. Skuldir og skuldbindingar samstæðu verða í árslok 39 milljarðar. Skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs í árslok 21,3 milljarðar. Veltufé frá rekstri samstæðu árið 2017 er áætlað 3,5 milljarðar. Veltufé frá rekstri bæjarsjóðs árið 2017 er áætlað 1.345 milljónir. Framlegð samstæðu A og B hluta er áætluð 21%, framlegð A hluta 2017 12%. Skuldaviðmið bæjarsjóðs verður 152,6% og skuldaviðmið samstæðu verður 183%. Nú að lokum þakkir. Við viljum að lokum við bæjarfulltrúum meirihlutans þakka íbúum, bæjarfulltrúum Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks, nefndarfólki, starfsmönnum og ráðgjöfum fyrir gott samstarf á árinu og óskar meirihlutinn öllum bæjarbúum innilega til hamingju með þann árangur sem hefur náðst, en betur á en duga skal. Við erum enn í sókn og stefnum markvisst að því að rétta enn við hag sveitarfélagsins og þar með hag íbúanna. Takk fyrir. Kristinn Jakobsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla nú ekki að vera að lesa einhverja langlóku bókun hitt og þetta, en ég ætla að tæpa á því eiginlega svipuðu sem ég hef verið að tæpa á undanfarin ár varðandi tekju fjárhagsáætlun og ársreikninga sérstaklega. Ég hef haldið því fram og stenda við það að tekjur eru aldrei vandamál, það er heldur útgjöldin. Það eru útgjöldin sem eru vandamál og sem betur fer þá hefur þessi meirihluta og kannski undir styrkri stjórn bæjarstjórans náð tökum á útgjöldunum sem við vorum ekki að gera á síðasta kjörtímabili, og ég held að það sé kannski aðalávinningur þessa meirihluta að hann hefur náð tökum á útgjöldunum og staðið sér ágætlega í því. Í forsendum í fjárhagsáætlun, forsendum fyrir fjárhagsáætlun þá er í kafla 5 ytri fjárhagslegar áhættur A-hlutans sem ég langar aðeins að gera að umræðuefni núna. Það er tíundað verðbólgu áhætta, til dæmis hvaða verðbólgustig er notað, og bara ég held að það hafi verið í síðustu viku, að kannski tvær vikur síðan, að þá komu ríki olíuframleiðsluríkja eða samtök olíuframleiðsluríkja OPEC saman og ákvaða að minnka framleiðslu nokkur 100.000 eða einhver milljónir tunna á dag, aðeins til þess að hækka bensínverð sem er búið að vera í lægstu lægðum undanfarin ár. Og hvað þýðir þetta fyrir okkur? Þetta þýðir hækkandi verðbólgu. Og þá er þessi áhætta sem er tíundu hér klárlega fyrir hendi og ekki bara fyrir hendi, hún er staðreynd í raun og veru. Það er bara spurning hvað olíuverð hækkar og hvaða áhrif það hefur á innlenda verðbólgu. Nú vinnumarkaðs áhætta og til dæmis atvinnuleysi stendur hérna í forsendunum. Ég vil nefna launahækkanir líka, vegna þess að SALEK-samkomulagið, það er ekki útlit fyrir að það haldi, þannig að það verður átök á vinnumarkað á næsta ári, og þannig að það hefur örugglega í för með sér hækkun eða allavega verða auknar launakröfur í kjarasamningum á nýja ári. Og þriðja sem ég vil tína til, og kannski síðasta, það er skuldabréfaáhætta, til dæmis Magma-bréfið. Þar er þessi áhætta núlluð út í Reykjanesbæ, úti vegna þess að hún er eiginlega afskrifuð á stórum hluta. Þannig að það er þó að
við fáum minna greitt heldur en upphaflega höfuðstóllinn segir til sem að ég held að sé sáralitla líkur á vegna frétta af HS Orku í raun og veru. Þá held ég að sé þá er þá þessi flokkur sem að kemur til greiðslu vantarlega í júní eða júlí á næsta ári 2017 að þá ég held að sé skrifaði bækur bæjarins upp á eitthvað 600-700 milljónir en 1300 en höfuðstóll bréfsins í raun og veru rúmið 2,2 milljarðar held ég. Þannig að ef það andlagið er 2,2 milljarðar þannig að ég held að það sé hafi jákvæð áhrif þannig að það sáralítil áhætta í raun og veru fyrir vikið. En ég ætla ekki að gera lítið úr þeim atriðum sem talin eru upp en til bæjarfélög geta lítið gert. Við getum lítið gert annað en bara haga seglum eftir vindi og ég vona að við fáum góðan byr á næsta ári og við stöndum okkur í þessum ólgusjó sem að fyrir séð að verði á næsta ári. Böðvar Jónsson hefur beðið orðið. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu mikið. Það náðist bara ágætt sátt þessa vinnu og ég vil þakka fyrir það. Það var góðar umræður í bæjarráði, fórum vel yfir málin með sviðsstjórum og ábendingu vel tekið og ég held að enn eitt árið verði væntanlega fjárhagsáætlunin samþykkt hér samhljóða sem afar jákvæð. Það auðvitað áberandi hversu tekjur hafa verið að vaxa mikið og vissulega það rétt. Það hefur vel verið hægt að hemja útgjöld og bendum við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins einmitt á það í okkar bókunum. Auðvitað margt sem að hefur unnið með okkur í því, aukin atvinnuþátttaka, minnkandi atvinnuleysi, minni útgjöld til félagsþjónustu sem að hafa hrapað gríðarlega, en leið hefur verið haldið aftur af öðrum málaflokkum. Það er jákvætt. Bara aðeins langaði að benda á vegna þess að hér var rætt í bókun meirihlutans það að skuldaviðmið hefðu verið að hækka í kringum síðustu sveitarstjórnarkosningar og þá er rétt að benda á það að skuldaviðmið hafa lækkað öll ár frá 2009 og hverju ári. Reyndar á milli árana 2012 og 2013 standaði nánast í stað, lækka í bæjarsjóði örlítið og hækka örlítið í samstæðinni en að öðru leyti hafa skuldaviðmið bæði bæjarsjóðs og samstæðunar lækkað á hverju ári frá árinu 2009 en núna mjög áberandi eins og reyndar voru að gera á milli árana 2009 og 2010. En ég held að niðurstaðan sé allavega svo að við munum geta lagt fram raunhæfa aðlögunaráætlun þar sem að við munum sýna fram á það að fyrir árið 2022 eða fyrir árslok 2022 munu skuldaviðmið bæði bæjarsjóðs og samstæðunar vera komið niður fyrir skuldaviðmiðin 150% og það hefur verið ágætt vinna í bæjarráði núna upp á síðkastið að finna þær leiðir og ég held og trúi því að við munum ná að gera það á milli jól og nýjárs og leggja fram strax í byrjun janúar aðlögunaráætlun sem mun sýna fram á þetta. Það er enginn sem að kveða sér ljós. Það er sér að gera svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara að lokum, ef að hér verður ekki frekar umræðu, þakka bæjarfulltrúum gott samstarf í þessari vinnu og hlý orð í garð embættismanna og taka undir þakkir til þeirra, til fjármálastjóra og annara sem að hér hafa lagt á hönd og plóg í fjárhagsáætlunarvinnunni. Við höfum nú haft á orði í þessari vinnu að það sé mikilvægt að komast í kjólinn og þegar bæjarráð hafði ákveðið í fyrsta lagi framleiðina sem að
við þyrftum að ná út úr þessu og í kjölfarið ramma fjárveitingum til einstakara sviða. Þá hófst hér vinna við að endurmeta, má segja, allar áætlanir sem fyrir lágu því að allir vildu fá stærri kjól en þeim var úthlutaður, en á endanum tókst það og við notuðum þetta hugtak sem úr einhverju auglýsingu og komumst í kjólinn fyrir jólin og það virðist hafa tekist með ágætum árangri og ég vil bara ítreka þakkir til allra starfsmanna, sviðsstjóra og forstöðumanna stofnana og ykkar ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Það hafa ekki fleiri hvað sér ljós. Þá vil ég spyrja bæjarfulltrúa hvort þið getið samþykkt þessa fjárhagsáætlun sem hér liggur fyrir og áætlun til 2020. Þeir sem ekki samþykkt geta áætlunina. Hún er samþykkt 11.0 og það eru þetta fagnaðarefni eins og hér hefur komið fram að þetta skulle vera að gerast ítrekað. En við erum þá búin að tæma dagskrána og munum gera hlé á fundinum á meðan að við klárum fundargerð.
Forseti, fundargerð 511. funda bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn á Tjarnargötu 12, 20. desember kl. 1700. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórðarson, Davíð Páll Viðarsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristín Þór Jakobsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kjartan Kjartansson, Ásbjörn Jónsson, ritari og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál, fundargerð bæjarráðs frá 8. og 15. desember 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Til máls tóku Árni Sigfússon, Friðjón Einarsson, Kristín Þór Jakobsson og Kjartan Kjartansson. Fundargerðirnar samþykktar 11-0. Annar mál, fundargerð umhverfis og skipulagsráð frá 13. desember 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Fundargerðin var samþykkt 11-0 án umræðu. Þriðja mál, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 5. desember 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu. Fjórða mál, fundargerð íþrótt- og tómstundaráðs 7. desember 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Kristín Þór Jakobsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórðarson, Friðjón Einarsson og Kjartan Kjartansson. Fundargerðin samþykkt 11-0. Fimmta mál, fundargerð fræðsluráðs frá 14. desember 2016. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Kristín Þór Jakobsson, Árni Sigfússon, Gunnar Þórðarson, Magnea Guðmundsdóttir, Friðjón Einarsson og Kjartan Kjartansson. Fundargerð samþykkt 11-0. Gert var fundarhlé kl. 18:35. Fundurinn hófst aftur kl. 18:42. Sjötta mál, fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameina Reykjanesstofnana 2017-2020, síðari umræða. Forseti gaf orðið laust fjárhagsáætlunina. Til máls tóku Kjartan Kjartansson og Árni Sigfússon sem lagði fram eftirfarandi bók bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2017 til 2020. Virðulegi forseti, með barst þessi bókun á rafrænan hátt og hún tekin beint upp í fundargerð og ekki ástæða til að lesa hana. Til máls tók Gunnar Þórðarson lagði fram eftirfarandi bók meirihluta bæjarstjórnar, bæjarfulltrúa beinnar leiðar, frjáls afls og samfylkingar og óðara í bæjarstjórn. Virðulegi forseti, ég tók þessi bókun komst rafræn og ekki ástæða til að lesa hana aftur. Til máls tóku Kristín Þór Jakobsson, Böðvar Jónsson og Kjartan Kjartansson fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlegra Reykjanestofnana 2017-2020 samþykkt 11-0. Fleiri ekki gert. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0 og verður því undirrituð. En á getur bæjarfulltrúar, af því að þetta er nú síðasti fundur á þessu ári, þá vil ég fá að þakka ykkur fyrir samstarfið á árinu og óska ykkur gleðilegra jóla, fjölskyldum ykkar og farsældar á nýju ári. Hittust kát og hress á nýju ári. Fundi er 511. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, hér er misslítið.